og bæjarritari sem hér í sal ásamt gestum, fundasal bæjarskrifstofu Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 287. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Áður en ég kynni dagskrá óska ég eftir því við bæjarstjórn að fá að taka hér inn á fundin áskorun sem barst bæjarstjórn í gærkvöldi og bæjarfulltrúar hafa fengið senda líka. Þetta áskorun frá stjórn íbúasamtaka undir bréfi rita fulltrúar stjórnar íbúasamtaka Reyðarfjarðar, stjórnar ungmennafélagsins Vals, foreldrafélags grunnskóla Reyðarfjarðar og starfshóps nýtt íþróttahús á Reyðarfirði. Og þessi áskorun sem, þó ég lesa ekki orð frá orði, snýra því að það hefur verið að skora á bæjarstjórn að falla frá áformum akstur barna yfir aðra byggðakjarna sveitarfélagsins í Skólasund. Það einnig skorað á bæjarstjórn að sjá til þess að hafist verið handa við undirbúa viðgerðir á Sundlaug Reyðarfjarðar geti hafist, þannig að sú vinna geti hafist leið og skóla lýkur í vor og Skólasund hafist þá næsta skólaár ágúst 2020. Og síðan hér rökstuðning þar sem annars öryggismál í tengslum við akstur barna og ungmenna í bifreiðum, fjöldi kennslustunda og kostnað og fleira. Þetta bréf verður opið á vef Fjarðabyggðar og jafnframt bárust í hádeginu undirskriftir, ég mun láta bæjarfulltrúa hafa afritað þessu líka, sem stjórn foreldrafélags grunnskóla Reyðarfjarðar stóð fyrir vegna sama máls. Þetta undirskriftasöfnun, það sem við verðum að skora á bæjarstjórn að gera varanlega við Sundlaug Reyðarfjarðar og farið svo hér í rökstuðning einnig og endar á rökstuðningar sem er farið í gegnum aðalnámskrá kennslustundafjölda í sundi og svo framvegis. Þetta sömuleiðis opinbert og að það sé ásættanlegt að grunnskólabörnum verði ekið aðra byggðakjarna sundkennslu þennan vetur eins og framar sem hafist verið handaði viðgerð Sundlaug Reyðarfjarðar sem fyrst. Þetta 220 undirskriftir ef ég hef tekið rétt eftir og gafst mér tækifæri til að skoða þetta aðeins áður en þegar ég kom hér inn eftir. En þetta hreyfir bæjarfulltrúa ekki við því andmælum, verður hvoru tveggja tekið fyrir hér á fundinum og fer undir liðin í bæjarráði sem snýr að Sundlaug Reyðarfjarðar. Þannig að þetta verður þar vistað undir og þar er hægt að opna þetta á netinu eins og önnur þau gögn sem því fylgja. Þannig að ég ætla að biðja ykkur bæjarfulltrúa að láta þetta ganga, það er eintakandi hverjum og einum. Engir hefur því andmælum þá fer þetta þar inn og er þá til umfjöllun þá undir fundagerðum bæjarráðs eins og málið í heild. Þá ætla ég að kynna dagskrá bæjarstjórnarfundar og hér á dagskrá í dag eru fundagerðir bæjarráðs númer 650, 651 teknað saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 252, hafnarstjórnar númer 236, félagsmálanefndar númer 130, fræðslunefndar númer 80, íþrótta- og tómstundanefndar númer 69, framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila númer 15 og síðan eru hér almenn mál. Það fyrst vegna sorpurunarstaðar og heitalamelum í Breiðdalshreppi. Víst frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar vegna frágangs og vöktun þessa urðunarstaðar sem verið að loka. Sömuleiðis lokun og urðunarstaðar sem í landi Rýma í Mjóafirði. Það sama undir vöktun næstu áratugina sem þarf að vera því að staðnum hefur verið lokað. Síðan endurgreiðsluhlutfall vegna réttasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaðar sem nú vistaður inn í brú lífeyrissjóði eins og margir þessum gömlu sjóðum. Þannig verður að taka bara fyrir eins og árlega verið endurgreiðsluhlutfalli sem 71% og síðan til að deiliskipulega Heiklifs. Þetta almennu málin. En þá göngum við til dagskrár og fyrst það fundagerði bæjarráðs. Leið ekki orðið laust þá ætla ég að fá að kynna 2-3. Ragnar Sigurðsson hefur óskað eftir að vekja athygli á því að liður 2-3 með 2-3 og 2-5 að hann taki ekki þátt í umræðu og atkvæðagreiðslu á liði sem tengjast hjúkrunarheimilum sem hann starfar og við tökum þá liði bæjarritari til umfjöllunar
og afgreiðslu eftir 2, 3 og 2, 5. 2, 3, 2, 4 og 2, 5. Já, ég sé þetta allt saman. Já, endin í húsnæðisumslag. 2, 3, 2, 4 og 2, 5. Það var teknið sérstaklega. Leiðu ég opna mælendaskrá fyrir fundargerðum Bæjarráðs, þá ætla ég að lesa upp sameiginlega bókun Bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, verðandi sund- og íþróttamiðstöðvar Reyðarfjarðar. Talið að hún sé hér til umræðu einni en bæjarfulltrúar hafa sameinast bókun sem svohljóðandi. Bæjarfulltrúar eru sammála að mikilvægt sé að tryggja sundkennslu nemenda í grunnskóla Reyðarfjarðar og yfirstandi skólaári sem allra fyrst. Því tekur bæjarstjórn undir með bæjarráði að sviðsstjóra fjölskyldusviðs, fræðslustjóra og skólastjórnendur grunnskóla Reyðarfjarðar sé falið að finna lausn á sundkennslu nú á vorun 2020. Þá áætlað að halda íbúafund á Reyðarfirði þann 15. mars næstkomandi vegna uppbyggingu og framtíðarsýnar sveitarfélagsins í íþróttamannvirkjum þar. Munu fræðslunefnd, eigna skipulags- og umhverfisnefnd og íþrótta- og tónlistarnefnd taka niðurstöðu þeirra funda til umfjöllunar ásamt bæjarstjórn og horfa skal sérstaklega til málefna skólasunds í þeirri vinnu. Skal kappkosta að fyrstu niðurstöðu þeirra vinnu liggi fyrir nú í vor, eigi síðar en í byrjun maí, þannig að sumarið nýtist til framkvæmda. Þannig að þessi bókun fer undir máli líka undir fundargerð bæjarritari og þannig að hún er hér sömulegast á til umfjöllunar. En orðið laust fundargerð Bæjarráðs Eydís Ásbjörnsdóttir orðið gerði svo vel Eydís. Ég taki ekki allt með mér það. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og gestir í sal. Ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði í fundargerðum Bæjarráðs, númer 650 og 651. Og á þessum báðum fundum var tekið fyrir málefni sundlaugarinnar í íþróttamiðstöð Reyðarfjarðar. Og á fundi Bæjarráðs númer 650 var bæjarstjóra falið að taka saman minnisblað málið og leggja til hvaða leiðir best að fara í málinu. Og á seinasta fundi Bæjarráðs númer 651 var tekin umræða og bókað eftirfarandi. Framlagt minnisblað bæjarstjóra ásamt fylgigögnum ástand og kostnað við viðgerð á sundlaugu íþróttahússins á Reyðarfirði sem og kostnað við akstur nemenda til að uppfylla lögbundna kennslu nemenda í skólasundi skólaveturinn 2019-2020. Fræðslunefnd Fjarðabyggðar hefur bókað eftirfarandi. Fræðslunefnd leggur áherslu á gagnaöflun verði lokið sem fyrst þannig að hægt verði að taka ákvörðun í málinu og tryggja sundkennslu nemenda í grunnskóla Reyðarfjarðar. Fyrir liggur að kostnaður við viðgerð á sundlauginni mun verða 1,5 milljón í hið minnsta til að sundlaugin uppfylli skilyrði til notkunar. Þá er óljóst hver framkvæmda tími viðgerðanna yrði og myndi það hafa áhrif á notkun íþróttahússins á Reyðarfirði. Á sama tíma er óhægt vik meðan skólahald er. Kostnaður við akstur nemenda í sundlaugar á Eskifirði og eða Fáskrúðsfirði yrði nú á vorun að hámarki 5,9 milljón króna, auk kostnaður vegna eftirlits í rútum og í sundlaug. Nauðsynlegt er nú að grunnskólanemendur á Reyðarfirði verði tryggð sundkennsla á yfirstandandi skólaári og það er gert með hag þeirra að leiðarljósi. Bæjarráð samþykkir því að fela sviðsstjóra fjölskyldusviðs, fræðslustjóra og skólastjórnendum grunnskóla Reyðarfjarðar að finna lausn á sundkennslu samkvæmt tillögu bæjarstjóra fyrir nemendur í grunnskóla Reyðarfjarðar núna á vorun 2020 í öðrum sundlaugum sveitarfélagsins. Málefni sundlaugarinnar á Reyðarfirði verða svo skoðu heildstætt í tengslu við endurbætur og uppbyggingu á íþróttamannvirkjum á Reyðarfirði eins og ætlun bæjarstjórnar er nú á vormánuði. Ég vil taka skýrt fram að því þessari ákvörðun felst engan hátt verið að taka ákvörðun að loka sundlaugu Reyðarfjarðar til frambúðar. Það er verið að taka ákvörðun að sinna lögbundinni sundkennslu nemenda í grunnskóla Reyðarfjarðar. Eins og áður sagði er ástandi á lauginni slæmt og óljóst hvað langa tíma tekur að gera við laugina og því óvíst að hægt sé uppfylla kennsluviðmið nemenda á vorun í sundlauginni. Sviðsstjóra fjölskyldusviðs, fræðslustjóra og skólastjórnendum á Reyðarfirði var falið að finna lausn á kennslunni. Ég og upplýsing- og kynningarstjóri höfum verið að vinna að skipulagningu íbúafundar á Reyðarfirði og er hann fyrirhugaður 5. mars næstkomandi eins og hér koma fram áðan.
Fundurinn verið auglýstur leið og allt verið klárt og búið að staðfesta allt sem snýr að þessum fundi. Þessi fundur verið vinnufundur þar sem íbúar koma að vinna við ákvörðun uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Reyðarfirði. Ákvörðunin var tekin við sölu Rafveitu Reyðarfjarðar að nýta söluhagna til uppbyggingar innviða hér á Reyðarfirði og að haldin yrði íbúafundur í því samhengi. Afraksturinn úr þeirri vinnu sem verður á þessu fundi sem mun fara þá til vinnslu í eignarskipulags- og umhverfisnefnd og fræðslunefnd eins og þegar hefur komið fram og ákvörðun tekin þar í framhaldinu. Með öðrum orðum erum við að fara í þessa vinnu uppbyggingu við íþróttamannvirkja hér á Reyðarfirði með íbúum. Það er liður 3. Það er Fjarðabyggðahöllin, ástand og aðgerðir. Lögð var fram til kynningar skýrsla Mannvits ástand og mögulegar aðgerðir vegna þaks Fjarðabyggðarhallarinnar. Bæjarráð óskaði eftir frekari skýringum á lið nr. 6 í úrbótakafla og jafnframt nánari útskýringu á frágangi stafna og kyndingu. Skýrslunni ásamt athugasemdum var vísað til eignarskipulags- og umhverfisnefndar þar sem málið er núna til skoðunar. Liður 4. Stefnumörkun lögreglunnar á Austurlandi og framlögð drög af stefnumörkun lögreglunnar fyrir árið 2020 og á fund bæjarráðs mættu Inger L. Jónsdóttir, lögreglustjóri á Austurlandi og Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn og kynntu drögin. Umræða var tekin í bæjarráði sem lýsir ánægju með stefnumörkun lögreglunnar. Þegar þessari vinnu lýkur verður stefnumörkunin birt opinberlega á netinu og hún mun svo vera uppfærð árlega. Það er liður 11, dómsmál Strand Green Freezer. Það var strand sem strandaði hér 17. september 2014. Þá sigldi flutningaskipið Green Freezer í strand á Fáskrúðsfirði og tókst vel til við björgun skipsins en Fjarðabyggð tók meðal annars þátt í þeirri björgun. Nú hefur skipverji á olíuskipinu Laugarnesi sem kom að björguninni með því að dæla olíu úr Green Freezer á strandstað höfða mál gegn útgerð Green Freezer aðalega en okkur og Landhelgisgæslunni til vara. Þá eru til þrautarvara gegn stefnt olíudreifingu EHF en bæjarstjóri var falið að halda utan málið og hefur Jón Jónsson verið ráðinn til að vera lögmaður sveitarfélagsins í málinu. Já, það er hjúkrunarheimilinu sér. Það er liður 6 í fundagerð 651. Það var tekið erindi frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd fjármögnun á því að setja gervigrasið á Fjarðabyggðahöllina og bæjarráð samþykkti tillögu nefndarinnar og vísar ákvörðun til gerðar viðauka breytingu á fjármögnun og viðhaldi og endurskoðun framkvæmdar áætlunar. Það er í rauninni verið að taka það eru auðvitað liðir sem eru að færa þá bara milli ára og mun þá fara áfram í fjárhagsáætlunarvinnu næsta árs. Það barst opið bréf til bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og sviðsstjóri fjölskyldusviðs og fræðslustjóri kom inn og fund bæjarráðs undir þessum lið. Það var tekið fyrir bréf foreldra leikskólabarna á Reyðarfirði sem gera athugasemdir við þjónustu leikskóla og gagnrýna þá stöðu sem þeir eru í að þurfa að fara að keyra börnum sínum á leikskóla til Fáskrúðsfjarðar og einnig gagnrýndu sundkennslu hér á Reyðarfirði. Bæjarráð þakkar ábendingar bréfritara og tekur undir áhyggjur af mönnum starfsemi leikskólans en unnið að lausnum beggja mála og líkt og hefur verið. Eins og áður segir er það áhyggjuefni að fá ekki starfsfólk til starfa á leikskólanum og því miður hefur það verið víða það vandamál og bara á landsvísu en sviðsstjóri, fjölskyldusvið, fræðslustjóri og mannustjóri eru og hafa verið að vinna með skólastjórnendum að þessum máli
og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið þá vanti 2 starfsmenn til að geta tekið á móti þessum börnum. Stöðugildin og starfsaðstæðan til staðar og það hefur verið auglýst eftir starfsmönnum sem og dagforeldrum en von okkur að þessi mál leysist fljótlega. Bæjarráð vísaði erindinu einnig til kynningar til fræðslunefndar. Liður 13 lögð var fram tillaga fulltrúa Fjarðalista og Framsóknarflokks að skipaður verði starfshópur opnun leikskólana í Fjarðabyggð og markmiðið að endurskoða opnunartíma í samræmi við starfsfólk leikskólana, foreldrasamfélagið og atvinnulífið. Bæjarráð fól bæjarstjóra að móta erindisbréf fyrir starfshópinn og leggja fyrir bæjarráð að nýju til staðfestingar. Samþykkt var að starfshópinn skipi sviðsstjóri fjölskyldusviðs Laufey Þórðardóttir sem mun þá jafnframt vera formaður hópsins, Sigurður Ólafsson formaður fræðslunefndar, Pálína Margeirsdóttir formaður íþrótta- og tómstundanefndar, Þóroddur Helgason fræðslustjóri, Ásta Eggertsdóttir leikskólastjóri, Dýrum Pála Skaftadóttir bæjarfulltrúi og Valgeir Ægir Ingólfsson atvinnu- og þróunarstjóri. Tekið liður 15 ofanflóðavarnir á Eskifirði Grjótá. Tekið var fyrir minnisblað Eflu HF framkvæmdir við Grjótá og Eskifirði og vegtengingu yfir á milli Bleikshvallheiðar og Grjótárgötu. Settar voru fram hugmyndir útfærslu bæði yfir Grjótarnar sem og aðrar vegtengingar. Þetta mál var mikið rætt á seinasta kjörtímabili og þar voru allir á því að ekki komið til greina að gera Bleikshvallheiðina botnlanga eins og kom þá til umræða á þeim tíma og það yrði að finna lausn með brú eða aðra lausn þarna yfir Grjótá. Núna liggja fyrir þessa hugmyndir sem nauðsynlegt að fara yfir og skoða og taka umræðu en bæjarráð vísaði erindinu til umsagnar Eignarskipulags- og umhverfisnefndar og verður svo tekið fyrir aftur af þeirri eftir að þau eru búin að fjalla málið. En hér ekki verið að taka neina ákvarðanir en mikilvægt að koma þessum máli í ferli og í visst ferli. Á fundi 651 kom Jón Árni Þórðardóttir framkvæmdastjóri Austurbrúar inn á fundin og fara yfir stöðu Egilsstaðaflugvallar sem hefur verið verkefni sem búið að vinna lengi að. En þetta mjög fjölbreytt verkefni með mörgum verkþáttum sem snúa bæða innviðum sem og aðstöðu íbúð til samgangna. En þetta verkefni unnið í gegnum SSA. Takk fyrir. Fyrir Eydís, orðið í laustund í fundargerðum bæjarráðs. Vill einhver kveða sér hljóðs? Rúnar Gunnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og félagar. Sundlaugin á Reyðarfirði, það er mikið hittamál þessa dagana. Ég held að hafi nú eitthvað verið misskilningur í þessu að það standi til að loka þessari sundlaug. Ég held að það hafi nú ekki verið. En það er samt með ólíkindu hvað þetta við tekið langan tíma frá því að sundlaugin bílar eða er lokuð þar til að menn vöknuðu núna að það þarf að fara að koma barnunum í sundkennslu. Það eru þetta ekki góð vinnubrögð. Í mínum huga er alveg klart að það þarf að vera sundlaug á Reyðarfirði og ég mun beita mér fyrir því að hún verður áfram. Og með þess að þurfum að setja potta á Reyðarfirði líka. Setja á hérna vestan við húsið. Byggjum svo nýja íþróttarhúsið norðan við höllina. Einfalt hús með tengingu inn í starfsmannastöðuna. Þá erum við rauninni búin að leysa þessi mál. Og þá verður sundlaugin bara alltaf sundlaug. Höllin, hún er ákveðið svona vandamál hjá okkur. Það þarf að fara í gólfið núna. Síðan þarf einhvern veginn í hittana. En þakið í rauninni er ekkert að skemmast meira heldur en það er orðið, sko. Það getur verið mörg ár að ryðka í gegn, þannig að við þurfum ekkert að æsa okkur neitt yfir því mikið, sko.
Það er bara eitthvað sem að gerist í rólegheitunum. Þeir reyndu að mála þetta á Akranesi og það er bara komið gegn aftur. Þannig að þeir töpuðu bara þeim sem 20 milljónum sem þeir sett í málningamálið. Ofanflóðavarnirnar á Eskifirði. Þetta er eitthvað að vefjast fyrir mönnum þessi brú. Ég má ekki segja krakkar, ég held að við ættum að setja bara svo kallaða léttbrú á þetta. Það var hana bara beina, það var engin ljósavandamál, það er ekkert að lyftinni. Ef það kemur mjög stórt hlaup, þá fer hún bara. Þá setjum við bara aðra. Ég held að þetta sé ekki svona mikið vandamál eins og menn eru að búa til. Setja bogabrú með ljósum eða lyftibrú eða eitthvað slíkt. Þetta er ekkert flókið. Ég ætla ekki að tjá mig meira bæjaráð það sinni, takk. Já, Rúnar, orðið laust áður en ég voru laust þá bara þegar ég að vekja athygli á sem ég glemdi áðan að líður 1.8 bæjarritari. Ég mun ekki taka þátt í umfjöllun í afgreiðslu honum því að hann tengist systkinabandi mínu sem var óskættir að leyfi til að halda tónleika og ég tók ekki þátt í afgreiðslu umfjöllun á bæjaráðu og náttúrulega ekki hér heldur. Þannig að Eydís Ásbjörnsdóttir tekur við stjórn fundarins á eftir þegar sá liður verður tekinn fyrir umfjöllunar. En orðið laust Ragnar Sigurðsson gjörðu svo vel, svo Hjördís. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir í sal. Varðandi fund bæjarás 651 og ætla að byrja hér á máli 27 varðandi sundlaug Reyðarfjarðar og ætla þar að byrja á því að fagna því að við höfum komið okkur saman þá bókun sem var lesin hér upp áðan og ég tel að hún sé í anda þeirra áskoruna sem að kemur frá foreldrafélagi grunnskóla Reyðarfjarðar sem okkur var birt í dag og jafnframt að hrósa íbúum hér á Reyðarfirði fyrir framgöngu sína í þessu máli. Það er gott að finna fyrir áskorunum og heyra raddir Reyðfirðinga með eins skýrum hætti og hér er og eins og kemur fram í áskorun foreldrafélagsins að þá er gert ráð fyrir því að því sýndur skilningur að það er óraunhæft að gert sé við sundlaugina þegar í stað og ég held að átti sig allir á því að það er það langt liðið á þessa önn að það verður ekki skólasund á þessari önn, minnstu kosti ekki sundlaug Reyðarfjarðar. En í þeirri bókun sem var hér lesin upp áðan að þá er fyrir mér lykilatriði sem kemur þar fram að núna verður þessu vísað til fræðslunefndar, eignarskipulags- og umhverfisnefndar og íþrótta- og tómstundanefndar sem að mun fara yfir málið að nýju eða taka það sem að nú hefur komið frá nefndunum og öll þau gögn og þau sjónarmið sem hafa komið fram núna undanfarna daga og kappkosta að fyrstu niðurstöðu þeirrar vinnu liggi fyrir í vor, eigi síður en í byrjun maí, þannig að sumarið nýtist til framkvæmda við sundlaugina. Og þetta finnst mér lykilatriði að það séu tímasetningar og rammi, þannig að hér er beinlínis verið að taka af allan vafa. Það er ætlun okkar að fara í framkvæmdir við sundlaugina. Og mér finnst að vera bara mikið þroskamerki hjá bæjarstjórninni að við höfum getað gengið svona vasklega til verka í dag, gengið frá sameiginlegri bókun, öll sem eitt og það sem við tökum skýrt að orði varðandi sundlaugina. Og að því sögðu að þá hefði auðvitað alltaf verið eðlilegast að bæjaráð hefði afgreitt málið til fagnefnda eins og ég hef komið inn á áður hér í bæjarstjórnarsal, til dæmis varðandi umhverfisslys á Fáskrúðsfirði að málefnum sem að varða nefndirnar og erindisbref nefndana fjalla
til að mynda eins og varðandi eignaskipulags- og umhverfisnefnd sem á að fjalla framkvæmdir á mannvirkjum, að hlutunum sé vísa þangað inn til afgreiðslu, minnstakosti, til kynningar áður en endanlega ákvörðun tekið. Það er fagleg vinnubrögð og það er lýðræðislegt. Og með þessari bókun þá erum við að gera það, og eins þá tekið undir með Rúnari varðandi tímasetningarnar í þessu, að það hefði auðvitað mátt fara betur. Þetta er auðvitað ekki nýtilkomið, þetta vandamál, þetta kemur upp í maí á síðasta ári. Og mér brá nú í rauninni við það að lesa skýrslu frá MFA þar sem að kemur fram að hann tekur út sundlaugina í september á síðasta ári. Það hefur ekki komið til kynningar í eignaskipulags- og umhverfisnefnd og ég er að sjá það í fyrsta skipti núna. En það þýðir ekkert að vera að eldast við fortíðina. Við horfum bara fram hjá þessu og horfum til framtíðar og þar berum þetta að horfa til þessara bókunar sem við vorum að ganga hér frá og göngum samstillt í þetta verkefni. Varðandi lið 2.12 úr sömu fundargerð frá foreldrum barna á Reyðarfirði. Ég tek undir þær áhyggjur sem að þarna hafa komið fram og ég hef staðið hér ítrekkað upp í þessum ræðustól og lýst yfir áhyggjum af þessu og tala fyrir því að hér í Fjarðabyggð á höfum við geta státa okkur á því að geta tekið á móti einsásgömlum börnum í leikskólum sveitarfélagsins. Og við höfum staðið mjög framalega að vígi gagnvart öðrum sveitarfélögum, gagnvart þessu, ekki bara í því að gera þetta aðlaðandi valkosti fyrir nýja íbúa, heldur einnig fyrir þá íbúa sem eru fyrir. Þetta er eitt af því sem að gera það verkum að við getum hrósað okkur fyrir það og bara okkur og brjósti fyrir það. Við erum fjölskylduvænt sveitarfélag, en við erum líka mjög framalega í faglegu fræðslustarfi. Og það að geta tekið á móti einsásgömlum börnum inn í fræðslustarf er einfallega bara merki það. Og þetta ber að varðveita. Og þess vegna tekið undir þau sjónarmið sem koma þarna fram að þeim þykir í rauninni miður að hafa ekki séð meiri sýnileika frá sveitarfélaginu, að það sé ekki meira gert í því að manna leikskólan, manna það starf sem við viljum geta staðið undir. Og þau, eins og mér minnir að standi nú í bréfinu, þar sem að þau kalla eftir átaki eða þau hafa ekki séð nægilega mikið frá sveitarfélaginu í því að koma í veg fyrir það að þessir foreldrar þurfi að keyra til Fáskrúðsfjarðar einfaldlega bara til þess að koma börnunum sínum part úr degi í leikskóla með tilheyrandi tekjumissi og þar fram til götunum. En ég sá í rauninni í gær þá kom auglýsing þar sem óskar eftir dagforeldrum bæði hér á Reyðarfirði og Eskifirði, þannig að þetta virðist hafa haft tilætlu áhrif. Ég sakna þess hins vegar að ég er ekki meðvitaður það minnstu kosti að við höfum skoðað þann kost eins og mér skilst að hafi gefist mjög vel á Fljótsdalshéraði að útvega dagforeldrum aðstöðu, því að mér skilst að það sé það eitt af því sem er mjög óheillandi við starf dagforeldra er að starfsemin skuli vera í heimahúsum viðkomandi dagforeldra. Þannig að ég myndi skora á fræðslunefndina að taka það til skoðunar hvort að líta til þeirra reynslu sem það hefur gefist. Ég veit að það hefur gefist vel. Ég veit að þetta hefur liðkað fyrir því að fá dagforeldra til starfa þar og raunin er góð. Þannig að ég hvet fræðslunefndina til þess að taka það til skoðunar og okkur öll sem hér erum. Fleira ekki bili. Við Ragnar, Hjördís Helga Seljan Þóroddsdóttir, gerðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og góði gestir. Ég er rosalega ánægð, ég sé bara samstöðun að skína hérna í gegn á Reyðfirðingum. En mér langar að ræða þess fundargerð bæjarráðs númer 651 og mál 227
Já, sundlaug íþróttamiðstöðvar á Reyðarfirði. Og ég stend hér fyrir framan ykkur sem bæjarfulltrúi, sem kennari, sem reyðfirðingur, sem foreldri. Og skólinn rosalega mikilvægur þáttur í lífi barna og fjölskyldu þeirra og það oft talað skóla sem hjarta samfélags. Þannig að við á Reyðarfirði, við höfum verið rosalega heppin og höfum haft góða aðstöðu og geta lært íþróttir og sund á sama stað. Og næsta skref tel ég vera mjög mikilvægt. Það mitt persónulega álit að nýta þann pening sem við fengum við sölurafveitunar í uppbyggingu og íþróttamannvirkjum og að hér veri reistur íþróttasalur svo bæðis ég hægt að stunda hér skólasund og íþróttir á Reyðarfirði. Það mín sýn, mín framtíðarsýn. Og strax eftir bókun bæjarráðs í ágúst þá færður skólastjórnendur íþróttakennsluna inn í Fjarðabyggðarhöllina þannig að hægt vera að vinna við mat og viðgerðar á lauginni út í september og kenna sund síðan á vori í sundlauginni hér á Reyðarfirði. Og ég sem starfsmaður skólans ásamt stjórnendum og starfsfólki, við vorum mjög vongóð að það myndi takast. En þegar að annað kom í ljós þá fengum við smá skell. Að steypuskemmdirnar væru umfangsmeiri heldur en var haldið í byrjun og í fyrstu, þannig að viðgerðin væri stærri og viðgerðin væri tímafrekari en áætlað var eftir fyrstu skoðun. En hins vegar ber ég fullt traust til skólastjórnenda í grunnskóla Reyðarfjarðar og skóla yfirvöldum. Og ég treysti þeim fullkomlega til þess að geta skipulagt sundkennslu og fundið lausn að sundi að vori. Því að þar eru allir að vilja gerð til þess að leysa málin og sína sig og það sýndi sig meðal annars þegar að þeir voru tilbúinir til þess að færa alla íþróttakennsluna í Fjarðabyggðarhöllina þegar viðgerðir og var verið að skoða höllina í fyrstu. Og ég tel það vera farsalast fyrir börnin okkar að geta stunda bæði íþróttir og sund hérna á Reyðarfirði. Og ég vil lýsa ánægju minni yfir bókunina sem að bæjarstjórn samþykkti og mér finnst það bara lýsa viljan hér og hver framtíðarsýnin Takk fyrir. Takk fyrir Hjördís. Pálína Margeirsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórn og aðri fundamenn. Mér langar að koma hérna inn á lið 27 í fundagerð 651. En þann 21. ágúst var kynnt í fræðslunefnd minnisblað frá bæjarráði vegna sundlaugarinnar á Reyðarfirði. Framlagt minnisblað framkvæmd sundkennslu á Reyðarfirði og ástand sundlaugar íþróttahússins. Bæjarráð hefur tekið máli fyrir og afgreitt það með því að fela framkvæmdasviði að fá fagaðila til að greina betur raunkostnað og framkvæmd við viðgerð á sundlaug íþróttahússins á Reyðarfirði. Jafnframt fræðslustjóra í samráði við skólastjórnendur falið að finna lausn á sundkennslu fyrir nemendur í grunnskóla Reyðarfjarðar ef ekki tekst að koma sundlaugin í nothaft ástand á haustönn 2019. Í mínum huga ekkert í þessari bókun sem hægt að misskilja. Fræðslustjóra og skólastjórnendum falið að finna lausn á sundkennslu fyrir nemendur ef ekki tekst að koma sundlaugin í nothaft ástand haust 2019. Sem foreldri barns í 10. bekk grunnskóla Reyðarfjarðar undrast ég því mjög þau vinnubrögð sem hér hafa verið viðhöfð. Og nú vil ég taka það fram að ég hef átt barn í grunnskóla Reyðarfjarðar í 7 ár. Ég hef alltaf verið mjög ánægð með skólan og þar starf sem þar fer fram en ég það ekki í þessu máli. Að kvöldi 18. febrúar barst foreldrum bréf frá skólastjóra þar sem fram kemur að bæjarráð hafi á fundi mánudaginn 17. febrúar tekið þá ákvörðun að ekki yrði gert við sundlaug Reyðarfjarðar. Í fundagerð bæjarráðs 7. lið segir bæjarráð samþykkir að fela sviðstjóra, fjölskyldusviðs, fræðslustjóra og skólastjórnendum grunnskóla Reyðarfjarðar að finna lausn á sundkennslu samkvæmt tillögu bæjarstjóra fyrir nemendur í grunnskóla Reyðarfjarðar núna á voran 2020 í öðrum sundlaugum sveitarfélagsins. Málefni sundlaugarinnar á Reyðarfirði verða svo skoðuð heildstætt í tengslu við endurbætur uppbyggingu og íþróttamannvirkjum á Reyðarfirði eins og áætlun bæjarstjórnar nú á vormánuðum. Í mínum huga þetta ítrekkun á bókum frá 21. ágúst með smá lengingu. Og því skil ég ekki af hverju það allt í einu eins og þetta hefur bara aldrei komið inn á borð hjá neinum fyrir núna. Og það með að fara að keyra börnin okkar hérna á milli staða komi meðal annars til með að raska öðrum tómstundum
og þar á meðal annar íþróttaiðkun. Hvenær hefur sundkennsla á Reyðarfirði ekki raskað annar íþróttaiðkun? Og ég ekki að segja að það sé óskastaða, ég bara einfaldlega að benda á að það ekki breyting frá því sem verið hefur. Því ég veit ekki betur en undanfarin ár hafi verið kvarta yfir því að hér sé ekki hægt að halda út almennilegu íþróttastarfi þegar gólfið tekið af lauginni, því að það ekki hægt að bjóða upp á þær íþróttir sem hér eru stundar þegar gólfið tekið af. En góðu fréttirnar eru, það verður þá hægt þetta vorið. En ég get ekki, sem foreldri barn sem fara útskrifast á 10. bekk í vor, ég get ekki sagt með því það að barni mitt hafi ekki lokið viðeigandi sundnámi við lok grunnskóla vegna þess að skólayfirvöld hunsuðu þau fyrirmæli sem sett voru fram. Takk. Það verið Pálína Einar Már Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, örfá orðum þessar 2 fundagerðir bæjarráðs sem að hér eru til umræðu. Ég er að hugsa að byrja á svona, ef að segja, þeim málum sem að eru kannski ekki alveg efst á baugi, vegna þess að það eru ýmis mál þarna sem að eru mikilvæg og rétt að fjalla þessum. Ég ætla að byrja á málefnum Egilsstaðaflugvallar vegna þess að það skiptir okkur öll máli hvernig sá ágæti flugvöllur kemur til með að starfa í framtíðinni. Það er búið að vera að sinna þessu máli núna í ansi mörg ár, eins og flestir muna þá fór hér í gang millilandaflug og markasetning á vellinum hefur staðið við mjög lengi. Þetta er svona eiginlega eins og við áttum okkur á fyrir við utan Seyðisfjarðarhöfnina, þá er þetta svona hliðið, getum við sagt, að Austurlandi fyrir ferðafólk allavega utan úr heimi. Og þetta er auðvitað langtímaverkefni sem að tekur tíma og þarf að vanda sig við. Það er rétt samt að fagna öllum áföngum sem nást og það hefur nú þegar verið ákveðið að Ísavia muni taka við vellinum sem slíkum. Það þýðir að viðhald þar er allt komið þá inn í þann pakka sem er þá sá sami og Keflavíkurflugvöllur og það er búið að ákveða að sitja Egilsstaðaflugvöll í forgang sem varaflugvöll fyrir landið. Það skiptir verulegu máli því að því fylgja töluverðar framkvæmdir sem að breyta stöðu vallarins verulega og vonandi með það aðstoða okkur inn í framtíðina varðandi það að efla ferðaþjónustu og vonandi beint flug frá okkur til annarra landa. Ég ætla ekki að fara að endurtaka það sem að menn sagt var hér áðan opinber foreldra varðandi leikskólamálum hér á Reyðarfirði. Ég held að það sé afar gott og ánægilegt að fólk veki athygli á slíkum málum því að þarna þarf við að taka til hendinni og því miður þá er vandinn raunverulega á landsmæli kvarða, það er að segja manna leikskóla. Við höfum getað státað okkur af því að vera framanlega í því til dæmis að taka við yngri börnum. Við þurfum auðvitað líka að vanda okkur við allt það starf sem að fer fram á leikskólanum okkar og þess vegna er mjög mikilvægt að mönnunin sé í lagi og við skulum vona að úr rætist því að það er að sjálfsögðu ekki einhvað fyrirkomulag sem að við stefnum að fólk þurfa að aka hér á milli með yngstu börnin. Nú Fjarðabyggðarhöllin, ég fjalli bara það hér þó ég geti líka gert það undir fundagerðum Eignaskipulags- og umhverfisnefndar á eftir, en það er búið að nefna það hér aðeins en það kemur fram með mitt í fundagerð Eignaskipulags- og umhverfisnefndar sem er hér til afgreiðslu á eftir að það er búið að færa til fjármuni til þess að tryggja það að það verði endurnýjun á gervigrasinu í höllinni. Það er umverulega orðin hætta af því eins og ástandið er núna þannig að það var ekkert val, það varð að kippa því í liðin og þar leiðandi færðum við til í fjárhagsáætluninni fjármuni til þess að tryggja að svo gæti orðið. Nú síðan er það skýrsla mannvits höllina sem slíka og skemmdirnar í þakinu. Rúnar túlkaði nú aðeins öðruvísi svona það sem þeir segja í skýrslunum vegna þeir telja að það sé raunverulega ekki vænlegt að bíða neitt með framkvæmdir. Þannig að við þurfum að velta þessu fyrir okkur og bæjarráð sendi þetta inn í eðlilegin í Eignaskipulags- og umhverfisnefnd og þar ákvaðum við að biðja frekari gögn, sérstaklega varðandi eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs 7. liðin í tillögum þeirra og jafnvel í tengslum við 5. liðin sem er þann spurningin hvernig
verður umvel að staðið einangrun allarinnar og uppbytun. Þetta eru þetta hluti sem að þarf að skoða í heilsinni og velta fyrir sér, og þá kem ég mitt að því sem að mér finnst skipta gífurlega miklu máli. Það er það að þegar að við erum að finna lausnir á málum, að við reynum að líta sem heilstæðist á málin, ekki alltaf í einhverjum pínulitlum bútum sem því miður hefur einkennt allt og mikið viðhalsmál hjá okkur hér í allt og mörg ár. Ég er sammála Ragnari því að við leysum engan vanda með því að vera að eldast við fortíðina. En vandinn sem að við erum með núna að kljást við í Sundlaug Reyðarfjarðar er auðvitað einhvað sem ekki var til í gær. Þetta er vandi sem hefur safnast upp á löngum tíma. Og því miður kemur í ljós að ástand laugarinnar er raunverulega miklu mun verra heldur en menn að minnskosti vonuðu og heldu. Og það er auðvitað áhyggjefni og þýðir það meðal annars að við erum í þessari stöðu að það verður að taka ákvörðun. Og það er auðvitað líka ánægjulegt að fólk er alls ekkert sama þessa hluti. Og það ber að fagna því þegar að íbúar láti í sér heyra og koma sjónarmiðum sínum á framfæri og sýna það þau áhuga á því hvað er verið að gera í sveitarfélaginu okkar. Því að þannig er miklu líklega ef allir eru virkir að við komumst það sem bestri niðurstöðum. Það er hins vegar, ég ætla bara að afgreiða það í snatri, svolítið leiðilegt þegar það kemur fram eins og í undirskriftasöfnun einhver misskilningur sem ég vona sé ekki upphæfið að öllu. Það er að segja misskilningur það að bæjarstjórnin hafi ákveðið að gera ekki við Sundlaug Reyðarfjarðar. Það er alls ekki búið að ákveða það að gera ekki við hana. Bara alls ekki. Það er hins vegar verið ákveðið að reyna að skoða þetta heilstætt, þar að segja hvernig ætlum við að mæta óskonum nýtt íþróttahús eða hvernig sem það verður gert, hvort það verður eitthvað nýtt úr því gamla eða einhverju eða viðbyggingu við höllina, hvað það er. Það eru í ótal möguleikar í stöðinni sem við þurfum auðvitað að skoða og komast það niður stöðum. Það er til dæmis ef við horfum á Sundlaugina. Ef það verður ákveðið að hún verður þarna áfram en ekki haldið áfram að renna gólfinu yfir, þá breytir það gífulega miklu varðandi möguleikar og því hvernig við gerum við laugina. Það segja mér sérfræðingar að til dæmis það ef við hættum að setja gólfið yfir, þá er möguleikin á því að setja dúk í laugina. Og það er allt önnur framkvæmd, þá þurfum við ekki að velta því fyrir okkur til dæmis hvað er rakin mikið inn og hvað er hann búin að valda miklum skemmdum. Heldur er þá bara hægt að væntanlega setja dúkin í og við erum þá vonandi að tala framkvæmd sem væri ódýrari og væri ekki jafn mikil áhætta tekin eins og við aðrar framkvæmdir. En þetta er allt sem við þurfum að skoða og velta fyrir okkur og reyna að komast að sem bestri niðurstöðu til framtíðarinnar. Vegna þess að það er auðvitað það sem við horfum til. Og það er engin spurning. Og ég get sagt það sem maður sem er búin að vera að dunda við skólastarf meira og minna alla mín ævi, að hafa Sundlaug við hliðin á skóla og íþróttamannvirki, það er auðvitað það æskilegasta og það langbesta. Þannig að við hljótum að sjálfsögðu að horfa til þess, við erum að horfa til framtíðarinnar, hvernig getum við tryggt það á sem bestan hátt. Og þannig hljótum við að nálgast viðfangsefni. Aðeins vegna sem mér finnst líka margir gera of mikið úr þessari stöðu sem við erum í núna. Það kom ágætlega fram hjá Pálínu áhyggjur foreldra væntanlega sem eiga nemendur í 10. bekk sem eru að ljúka grunnskóla. Vegna þess að það er jú gerð krafum það hvaða kunnáttu nemendur hafa náð við lok grunnskóla. Og síðan eru við með nokkur á leiðinni. En það segir ekki að það þurfa að vera akkurat upp á þennan dag sem að þessu er náð. Sem segir mér til dæmis að það er hægt að leysa þannig vanda núna sem ég lít á sem skammtíma vanda á ýmsan hátt. Og ég vil bara hvetja skólayfirvöld á Reyðarfirði sem ég treysti fullkomlega til að finna bestu lausnina, til að leita að eins einfaldri lausn og hægt er. Og þá dettur mér til dæmis í hug að það þurfi ekki að byrja á því að velta fyrir sig þurfum við að keyra alla nemendur núna á þessum tíma sem eftir er. Er kannski hægt að horfa til þess hverju þurfa að klára fyrir vorið og hvað getum við tryggt þegar við vitum næsta haust hvernig framtíðin verður, að allir að sjálfsögðu fái þá kennslu og þá þjálfun sem þarf. En það er ekki mitt að leiðbinni þessum efnum, heldur er það auðvitað þeirra sem að ég sagði áðan, sem að hafa fengið boltan og ég treysti til þess að finna réttu niðurstöðu til þess að komast að henni. En
ég vil bara vara og ítreka aftur, við skulum ekki gera of mikið úr vandanum, við skulum einbytta okkur að lausnunum því að þær eru mýmargar og auðvitað misjaflega góðar en við reynum að finna það bestu og leið held ég sé rétt að hafa í huga að reyna að hafa hana sem einfaldasta þannig að kostnaðinu sé líka vonandi sem minnstur þannig að við eigum þá meira fjármunum til þess að gera eitthvað til varanlegra til framtíðarinnar. Þakka fyrir hennar Sævar Guðjónsson, gjörðu svo vel, þú beðum orðið. Já, forseti, bæjarstjóri, ágæta bæjarstjórn og gestir. Mér finnst nú gaman að því að ég nú var að varamaður í bæjarstjórn og hef ekki komið nema hérna á 2 fundi að það er alltaf orðinni fleiri í sal heldur en hérna við borðið. Mjög jákvætt að það skulle vera svona mikill áhugi fyrir því sem er að gerast og þetta mér já, þar með Einar Már. Þetta er svona klapplið sem fylgir mér, Einar. En hérna aðeins varðandi sundlaugamálin að þessi staða og að tala að bregðast skjótt við. Ég held að við eigum aðeins að líta í speil. Er það að bregðast skjótt við að lögin var lokað í maí á síðasta ári og við erum að taka ákvörðun þetta núna. Þetta er auðvitað alveg óásættanlegur málshraði og jú, það er auðvitað ekki seinna á vænna en núna að fara að bregðast skjótt við og það er of seint að mínu viti. En ég er líka sammála því að við hefum kannski ekki endilega verið að horfa alltaf í baksýnisspegilinn og horfa fram á við og það erum við að gera og ég fagna þessi bókun sem kemur frá bæjarstjórn núna að nú eigi nú að fara að gera eitthvað í málunum. En ég lýsi auðvitað líka furðu minni við því að þetta mál skulle aldrei hafa komið fyrir ESU-nefndina. Ég held að þetta hafa aldrei komið þangað inn á borð, ekki svona formlega og Einar Már getur kannski þá svarað því að það er vitleysi hjá mér. Og hérna þetta hefur heldur ekki komið inn til skólaráðsins hérna á Reyðarfirði sem hefur auðvitað eitthvað með málefni skólans að gera ég held og þessi stóra máls sem að þetta er að það sé hægt að synda hér skólasund. Ég held svo sem ekkert að bæta meiru við þetta, ég held að það sé búið að segja allt og Ragnar kom ágætlega inn á margar hluti hér áðan og fleiri að þetta er auðvitað bara óásættanleg staða, við leysum hana og við ætlum að gera það snöggt og finnum bestu leiðina til þess. Og auðvitað kannski í samhengi hlutana með uppbyggingu annara íþróttamannvirkja því að auðvitað er þetta voðalega leiðileg staða. Ég man alveg það er ekkert langt síðan að þetta var á Eskifirði, það þurfti að taka gólfið af á hverju ári og þá gátu menn auðvitað ekki stunda íþróttur á meðan og allt lokaði í ákveðin tíma. Þetta er ekki gott og þannig að vonandi kemur nú bara nýtt íþróttahús hérna á Reyðarfirði fyrir en seinna. En ég ætla að láta það duga þetta í bili. Aðeins varðandi Fjarðabyggðarhöllina og kannski svona almennt. Ég þykist nú vita það að Rúnar stundar nú ekki mikið fótbolta í Fjarðabyggðarhöllinni frekar en ég. En það er alveg rétt að það þarf að gera eitthvað þar í gervigrasinu. Og ég og son sem að spila töluvert í Fjarðabyggðarhöllinni og kert hér á milli oft í viku og ekkert mál. Og það er auðvitað bara þannig að þakið er ekkert að fara að lagast að sjálfum sér. Það lagast ekki með árunum og það vitum við sem að höfum einhvern til að sé riðbletti og rið að það hverfur ekkert að sjálfum sér. Þannig að ég held að menn verði í þessu samhengi þessar skoðunar og þessar vinnur sem á nú að reynda stað hérna 5. mars að skoða alvarlega hvað menn ætla að gera í þeim hlutum. Og mér finnst ekkert óðalegt varðandi málefni Fjarðabyggðarhallarinnar af því að við skulum ekki lifa í fortíðina en við skulum samt muna fortíðina og við munum alveg hverjir kom okkur á staði það að byggja þessa höll. Það var gjöf frá Alcoa eða Bechtel á sínum tíma. Og mér finnst nú bara ekkert óðalegt við það að Fjarðabyggð tæki aðeins upp viðræður við Alcoa varðandi það að laga þessa höll því að þetta er stórir og mikli peningar fyrir sveitafélag sem er skuldsett og er með metnaðarfull áformum íþróttamannvirki en mér finnst bara ekkert að því að taka upp viðræður við á og fyrirtækið eða verktækin sem að reisti þetta á sínum tíma, hann er farin yfirum, farin á hausinn, þannig að ekki förum við í mál við hann en þarna er greinilegt
að 12 ára ending á þaki þetta bara alls ekki eðlilegt. En ég er svona bara hvetmenn til þess að gleyma því ekkert að það var blásið hér út á sínum tíma að Alcoa hefði gefið Fjarðabyggð þessu höll. Það var þetta bara ekki þannig. Þeir gáðu okkur ekki einu sinni tengibygginguna þarna á milli. Hún var dýrari heldur en það sem gjöfin frá þeim var, en að sjálfsögðu ber að þakka það að þeir komið þarna að þessu. Aðeins að öðrum málum, fagna bréfinu þetta sem kom frá íbúum sem eru þetta algjörlega frábært, að þeir skuli hafa skoðanir og koma þeim á framfæri og þannig á að gera það. Liður 2.15 og ofanflóðavarnirnar á Eskifirði. Ég get að mörguleiti tekið undir með Rúnari í því að ég held að það sé nú svolítið verið að gera þetta. Ég veit ekki hvort að margir hér inni gera sér grein fyrir því hvurslags kannall verður í gegnum Eskifirði þegar að grjóta hann verður. Hún er 20 metra breið í botnin sem er margkvöldun á farvegi árinnar og auðvitað brúin þá eftir því löng, en ég held að það sé alveg hægt að setja einfalda brú þarna, en að öðru leiti svo sem hef ég heldur ekkert að móti því að það sé skoðað með að kaupa upp þarna eitt hús og taka leiðina innan við ána ef að það er betri valkostur, að þá er það svo sem ekkert óásættanlegt heldur, en ég heldur sem öll sammála það sé ekki ásættanlegt að hafa Blekksárhlíðina sem botnlanga. Það eykur mikið umferðumanna fram og tilbaka og er held ég ekki ásættanlegt fyrir neitt. Og aðeins varandi lið 2.19, eflingu flugvallarins. Það er auðvitað algjörlega frábært að Ísafía skuli vera búin að átta sig á því sem að flugmenn eru búin að segja þeim í mörg ár, að Egilsstaðaflugvöllur á þetta að vera númer 1 sem varaflugvöllur á Íslandi. Með fullri virðingu fyrir Akureyrarflugvelli þá er hann bara ekki sambærilegur með varandi flugskilyrði. Egilsstaðaflugvöllur er í alla staði betri. Það er alveg sama hvar þú kemur að því máli og frábært að það skulle vera hugmyndur að efla hann enn frekar. En auðvitað snýst þetta náttúrulega fyrst og fremst það að reyna að fá hér eitthvað áætlunarflug eða flug. Við erum auðvitað að taka þetta mikið leiguflugum á hverju ári og ég hef allavega sagt í umræðinu þetta þegar að Ísafía og ráðherrar eru að tala Akureyri versus Egilsstaðir. Við flugum hér einni flugvél í 4 ár frá Kraká í Póllandi þegar við vorum að byggja álverið. Í 4 ár hverju einustu viku, hverjum einasta laugardegi flög hér flugvél á milli og það kom aldrei einu sinni fyrir, aldrei einu sinni á 4 árum að hún gæti ekki lent á Egilsstaðaflugvelli. Það var einu sinni mjög hæpið að hún myndi geta lent á Íslandi, en þá gat hún bara lent á Egilsstaðaflugvelli. Og það átti að senda hann til Skotlands en hún gat lent hér, en hún gat ekki lent á sama tíma í Keflavík eða á Akureyri. Læt þetta dögu bíli. Hvað fyrir Sævar? Ég ætla að óska þér að taka þess til máls undir fundargerðum Bæjarráðs. Að undanskildu þeim liður náttúrulega sem hér verða teknir sérstaklega þegar við föllum eftir. Kannski aðeins gera líkt og aðrir, kannski að fá að byrja á nokkrum málum sem kannski svona minna hafa verið í umræðinni en enga síður mikilvægir. Kannski aðeins fyrst í tengslum við Fjarðabyggðarhöllina. Það var afskaplega gott að fá skýrslu Mannvits loksins í hendur, þessa úttekt sem tekið var höllinni, af því að frá því að síðasta úttekt var gerð hvernig skildi staðið að því að einangra höllina, því að það er hlutur sem mun þurfa að koma að fyrir en síðar. Höllin þolir náttúrulega ekki að standa upp hitu til frambúðar vegna þess einfallega að hún mun spenna sig í sundur að nýju og þannig tjónast, því að hús sem geymir svona mikinn kulda og svo þegar sól tekur að skína á vorin þá hefst þessi hreyfing í járninu. Og við höfum einu sinni áður en að við tókum hana yfir að fullu, við leigðum hana náttúrulega fyrstu árin en tókum svo yfir höllina, það var orðið og hagkvæmari leið að bara taka hana yfir heldur en að halda frá leigunni, því að eftir sem áður stóð alltaf út af þessi endanlega greiðsla þegar leigutímabilið líki eins og var í öllum leigusamningum sem gerði voru á Íslandi hér fyrir hrun, að það var þessi endurkaup sem ekki lágu fyrir í henni hver væru, þannig að það verður úr að við tökum hana yfir í einum af þessum gluggum í samningnum.
en þá hafði áður landsafl eða landsvaki eða hvað sem þetta hét nú, þetta tók nokkrum nafnaskiptum fyrirtæki sem reist hana og leigði okkur hana, gert við svona þessa skemmdir sem hefði orðið þá, það sem hafa orðið gliðinu ný og hún fór að leka, sem þetta mjög hættulegt því að í kuldanum sem í henni eru þá myndaðist nú bara hálka á gervigrasinu sem var þetta mjög hættulegt fyrir þá einstaklingar sem þar voru að iðka íþróttir. En líkt og Sævar segir, ég er alveg sammála því að það var þetta gott að geta tekið umræðu við fyrirtæki því að Fjarðabyggðin er gríðarlega mikilvæg fyrir allt samfélagið í Fjarðabyggð og Austurlandi. Þetta er mjög mikilvægt íþróttamannvirki. Ég á hérna líkt og hann og við fleiri hér inni koma mínir báði krakkar til spila í hverja einustu viku á nokkrum æfingum og börn alls þar á Austurlandi. Þannig að það er mjög mikilvægt að við horfum á hana til framtíða líka í þessu öllu, hvernig við getum gert hann úr garði þannig hún þjóni hlutverkinu vel. Gervigrasið algjörlega örugglega orðið í henni. Það er svona rétt að hafa í huga að hún tala að Fjarðabyggðarhöllin byggist kannski ekki á því að á gjöf í raun og veru ekki, sem sagt þegar að framkvæmdir átt sér stað við álverið og Bechtel sem var sá aðili sem reisti álverið fyrir Alcoa tók það ákvörðun að ætla þess að byggja íþróttasal, svona einnota íþróttasal hérna út í þorpinu, 6 skemmu fyrir iðkun, þá 80 milljónir, þá buðu þeir sveitafélaginu að fá þá fjárhæðu staðinn að fá aðgang að íþróttahúsinu á Reyðarfirði helgar fyrir sína starfsmenn og það er sett inn í þá mannvirki hér og það er tengigangurinn sem er á milli, það var sett í þann gang. En ég veit, eins og Sævar var að segja hann, það hafa margir haldið að Alcoa hafi gefið á kröllinu, það var nú ekki svo gott og maður hefur ekki stundum viljað það, en það var nú kannski heldur ekki til þess að ætlast. En við þurfum að fara og taka það áfram, þetta var góð skýrsla, hún benti allavega á möguleika, við báðum að það er skoðar hérna ítalega möguleika sérstaklega á að nota einingar í klæðningunum, ekki ekki tjörupapír heldur, einingar frekar, það þarf að fá svona meiri skoðun á veðurþoli þeirra og eins náttúrulega það líka ganga frá stöfnum hallarna því í dag eru þeir með blæstir í gegnum eða öndun í gegnum sem þarf náttúrulega að lokast eða breytast ef á að kyndana líka og nú er náttúrulega ekki gervigras lengur kynt helst ekki eða neðan, ekki gegnum lagnir heldur orðið með blæstri því að með því að hafa hitalagn undir gervigrasi þá er svo mikil hætta og þar verður mikil sótt kvikni, ekki segja, hvað maður segja, gerlar, sýklar í ylunum sem þar verður. Þannig að það hleypir ekki gegnum sig versum. Og þannig að þetta er allt saman sem við þurfum að skoða nú mjög vel og eins ekki tengslu við fundinn sem við mun koma inn á þann 5. mars sem er gott að ræða þetta þar líka eins og önnur þau mál. Aðeins í sambandi við síðan þau önnur mál sem hér eru, ég held að sé verið mjög áhugavert að taka mjög brýnt að starfshópurinn sumaropnun leikskólanna fari að taka til starfa og skoða. En sem að tekja þá hefur þetta oft mætt mikil í gagnrýni, sumaropnun eða sumarlokanir leikskólanna okkar. Það er hentu þetta fólki bara mjög misvel og það er skynlegt. Það hefur verið aftur á móti hefur fræðslustjóri og skólastjóri reynt að mæta því með því að gera kannanir hvernig það sé meiri hluta þeirra sem þar nota hvernig það hendi best og þeir loka hér á misjöfnum tímum eftir hverfum þannig að það ýmislegt er gert. En sem er muna þá voru menn áður komnir á þann stað í Fjarðabyggð við lokuðum leikskólan 2 vikur að sumri en börn eiga rétt á 4 vikna samfelldu sumarleyfi frá leikskóla og þá gafst meiri möguleikar til að velja, menn gætu valið þá fyrir og eftir þessa lokun, hvort sem var 2 vikur eða 1 vika, þetta bauð upp á meiri sveigjanleika. Þetta var eitt af þeim aðgerðum sem við hurfum frá eftir hrun þegar við vorum að eiga við svona þá stöðu sem við vorum í fjárhagslega að því að hún var þetta kostnaðarsamar einhverju leit. En ég held að það sé mjög gott að taka þessu umræðu, við þurfum að taka hana við starfsmenn og við atvinnulífið og við foreldra og gefa okkur tími það til þess að hafa það til hliðsjónar fyrir næsta sumar og fara að vinna þá vinnu. En ég held að þetta sé mjög tímabært, ég held að sé hafa verið góðu samhljómur þetta þó að flokkarnir hefðu kannski mismundi sína á þetta, þá held ég að þetta sé ágætið samhljómur að fara að skoða þessi mál. Aðeins í sambandi við þetta opna bréf og ég held að ástæða til að þakka fyrir það, það er gott að fá
ábendingar og athugasemdir, svo sannarlega ég ætla ekki að lasta það. En leið vitni nú líka, samt, hafa á því orð. Ég skil vel að fólk séu ósátt við að þurfa að aka langa leið með börnin sín í leikskóla, það eykur lengir dag þeirra, það styttir leið það möguleika sem fólk hefur til að vera í vinnu. En að því að það hefur nú svona talað að það hafi vantað verulega upp á auglýsingar, mér finnst ég nú ekki alveg, geti nú ekki allulega tekindur. Ég veit það að fræðslustjóri hefur verið vakin og sofin í því mjög lengi að halda út í auglýsingum störf. Það hafi verið laus störf upp á leiks og okkur hefur því miður ekki gengið að manna og það verra. Það hafa líka verið auglýst regla eftir dagforeldrum, farið ýmsar leiðir, það hefur ekkert skort á það. Það hefur bara einfallega ekki borið árangur sem verra. Ég skal alveg taka undir eflaust þá ef maður er búin að auglýsa lengi það sama og nær ekki þeim árangri, það hefði mátt breyta einhverja taktíki, ég ætla ekki að draga úr því, en svo sannlega veit ég til þess að til þess hefur reynt að ná til, því að við viljum auðvitað manna þennan leikskóla, húsnæðið að stækka og komast í gagnið eftir þær endurbætur og þær stækkun sem þær eru, þannig að við getum svarað, því við viljum auðvitað geta tekið og þetta hefur eitt af svona af aðalsmerkjum okkar að taka inn börn frá 1 árs aldri, sem alls ekki algilt í sveitarfélögunum, heldur frá 18 mánaða aldrei mjög víða. Þannig að ég held að það skortir ekki á og við tökum þetta sannlega eins og við bendum á. Við höfum sömu áhyggjur og þetta og þeir bréfritararnir. Við viljum mun leita áfram það verið að skoða, menn hafa verið að reyna líka að auka möguleika þeirra sem það starfa til náms, gera þetta fýsilega þannig og það verið að skoða fleiri möguleika þeim efnum til þess að svona, ekki að segja, efla þessa starfsemi. Þannig ég held að við viljum svo sannlega að geta leyst það leið með dagforeldra fyrirkomulagið að auglýsa það áfram. Það er rétt að fljósta sér að þeim hefur boðið slíka aðstöðu. Fræðstjóri tjáð okkur að hann hefur svo sem það hefur allt verið opið í efnum upp á svörun ef dagforeldrar hafa gefið sér fram að til þess að ná því saman með því fólki, hvort það er húsnæði eða styrkir til leikfangakaupa og fleira sem eru sum sveitarfélög að bjóða upp á. En þetta viljum við helst, fyrst og síðast, þannig að það geta leyst það bara með að taka börnin úr leikskóla, því að dagforeldrar eru góðir, er gott og gilt, en það er þetta ennþá meira öryggi í leikskóla því að það er á að vera þannig að fólk geta alltaf gengið að þeim vísum. En við skulum sannlega taka þetta til okkar og vinna með það. Aðeins liður 14 sem er trjákvöldur húshitunar, þetta er svona aðeins að bara vekja athygli, við höfum verið að vinna í samstarfi við Tandrabretti kyndistöð sem myndi nýta trjákvöldur húshitunar. Þetta er mjög áhugavert þróunarverkefni og einmitt eins og þið sáu það var að vera útluta úr uppbyggingarsjóði Austurlands í gær, tókst nú ekki með þeirri viðhöfn sem átti að vera, sögum veðurs, heldur hún að gefa sett tilgjöng og Tandrabretti fengum þar styrk frá þeim sjóði. Við vorum að staðfesta þarna viljum við vinna áfram, þetta er ekki bindandi en ég held að sé mjög sniðugt að sé mjög merkilegt að skoða þetta áfram með þessu fyrirtæki. Þetta er notað víða, þetta er kurl sem fellur til í miklu magni hér og áhugavert að sjá hvort að það getur nýst í þetta hjá okkur í samstarfi þetta fyrirtæki. Aðeins í sambandi við ofanflóðavarnir og það verður það hefur verið svona eitt af aðalsmerkjum ofanflóðavarnana, það hefur verið vel kynnt og það er ástæðan vel kynnt og íbúafundir haldnir og það þarf að halda á þessari hönnun eins og komið fram í máli félaga minna hér áðan. Þessi lausn sem þarf að fara í samtíð Bleikshólshlíðina og við þurfum að finna á henni mjög skynsamleg lausn hvernig sem hún er, þannig að hún verði ekki botlangi. Við erum allir saman á það hentar illa, þetta er einn stærsta gatan á Eskifirði. Og svo eins og hefur verið bent á hér áður ræðustól, þá er Eskifjörður þannig settur að það er einungis akstursleið út bæ Eskifjörðar. Ef þyrfti nú að rýma hann inn í bæinn, þá er strandgatan eina gatan sem nær í gegn. Þannig að það má nú ekki fækka þeim leiðum sem þar eru nú þegar fyrir. Aðeins bara vekja og minna bæjarfulltrúa á 17. lið sem er fundum með sveitar og hafnarstjórnum vegna kynningar og lýsingu gerða strandsvæði skipils og austurum. Þann 20. apríl hefur þetta svæðis og haf- og strandsvæði sem fekk þetta hlutverk hjá ríkinu upp í áætlanum sameiginlega fund sveitar og hafnarstjórna, Fjarðabyggðar, Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaustar og Djúpavogshrepps. Þessi sveitarfélög var ennþá sjálfstæð þarna fyrir kosninguna
jú, fyrir kostningu. Kostningi fyrir fram 18 daginn, það verður ekki tekið hinn nýja sveitafélag, það verður ekki búið að taka til starfa, þannig að þessar sveitastjórnir eru kallaðar saman til þess að fara yfir þetta haf- og strandsvæðaskipulag sem við erum að vinna hér af þessu svæði og er okkur mjög nauðsynlegt í tengslum við fiskeldi og bara nýtingu hér fjarðan okkar, haf- og strandsvæða, og ég ætla ekki að fara í það umræða aftur sem við höfum margoft haldið fram að við hefum betur haft þessa vinnu hér heim í héraði eins og var búið að berjast fyrir nokkuð lengi, en það er ekki, þannig að við þurfum að vinna þetta þarna og það sem ég brýtt að við tökum þetta. Aðeins í sambandi síðan við sundlug, það er sundlug íþróttamiðstöðvar Reyðarfirði, hér hefur nú verið mest búið að ræða þau mál. Ég er algjörlega sammála því að það var mjög nauðsynlegt að við bókum hér sameiginlega í dag, líka til að ítreka þá fyrir bókun sem var lögð frá mánudaginn sem snýr að þessum að leysa málefni skólasunds nú á þessari vorun og ég fann það að fólk annarkvæmt hafði vantrú á eða las ekki þannig út úr. Við töldum okkur í bæjarráði hafa tekið með skýringreinlega hætti að það þyrfti að leysa það er ekkit undan því komist, skóla hefur vilt útfæra það, en börnin verða að fá skólasund. Við þurfum svo að takast á við þetta verkefni og ég held að sé mjög gott þetta, svo Einar var kominn á að nú þegar við erum að fara í þessa stefnumótun gerð með íþróttamannvirkjum Reyðarfirði með því að byrja á íbúafundi 15. mars og fara svo inn í með þetta nefndunar og gefa okkur þessi tímamörk, þannig að þetta sé klárt hér allavega það sem að skólasundur snýr í maí, að taka þessu umræðu líka þar, því að það eru óendanlega líka þó við viljum geta gert það á sem hagkvæmastan hátt, þá eru óendanlega miklir möguleikar undir þeirri umræðu hvernig við sjáum fyrir okkur íþróttamannvirki hér á Reyðarfirði. Reyðarfirði er sá byggðarkjarni okkar sem hefur stækkað hvað mest frá sameiningu 1998. Íþróttamannvirkin bera þess fyrir utan kannski höllina í stærð, þá er íþróttamannvirkin svolítið ennþá eins og Reyðarfirði á þeirri stærðargráðu sem hann var árið, ekki segja, fyrir uppbygging álvers 700 manna samfélag, milli 600 og 700 manna samfélag, þannig að það er alveg komin tími á það mál, þá uppbyggingu og þess vegna held ég að sé ekki síður mikilvægt að við tökum þá málefni sundlaugarinnar í tengslum og í samræmi við það. Þannig við förum í þá framkvæmdi þá sem út úr þeirri vinni koma í framhaldi. Umfangið á allt langan tíð og það hefur ekkert bara verið í sundlu Reyðarfirði, þetta eru menna aftur hefur verið viðhaldi mjög ábótavant í svo mörgum byggingum og menn hafa verið svolítið að reyna að láta þetta ganga með að menn hafa verið að greiða niður skuldir og annað slíkt og það var það sama og menn sjá það á þessum myndum og skoðu núna á sundlauginni, hún þarf bara til að halda að það sé ekki verið að klastra eða svona reyna að framlengja hana lengur. Það gekk ákveðin tíma, nú gengur það ekki lengur, við þurfum að takast á það verkefni til þess að vera tími og til þess og þannig að það sem upp á geti komið, menn séu þá hafi undir það búin að takast á við það, séu einhver tímapressu, því að þetta er þetta sama og var að þetta setur okkur þær skorður og þegar sundlaugin er opnuð þá þetta fer íþróttahúsið á notkun og ef það kemur onni núna þann tíma til lengri tíma jafnvel, nú veit ég það ekki, ég get ekki ímynda mér hvað þetta tekur langa tíma en reynslan hefur alltaf kent manni að þegar er farið að eiga við eldri mannvirki að reikna með meiri tíma minni í þau í þær framkvæmdir og þær endurbætur. Þannig að ég held að þetta sé að það sem var með ánægðar bæjarstjórn og sammálum að hnykkja þessu þannig að þetta væri undir núna, við værum að horfa á þetta vor að börnin kæmist í skólasund, við verðum að leysa það með öðrum hætti. Ég veit að það skapar eðlilega tí fylgir umstang og umfang og kostnaði líka en það er nú kannski minni ágjör því heldur en það að börnin fá ekki sína lögbundnu kennslu en því fylgir umstang en við þurfum samt að horfast í augu það að við gerum það þá bara, það er bara verkefni sem við göngum í tökum hina umræðuna og vinnum þetta hér áfram inni. Hvað varða það, þá náttúrulega verið og inn í bæjarráðið kemur þetta vegna þess að fyrir áætlunum okkar lá ekki fyrir fjármagn í þessa viðgerð, svona umfangsmikla og þess vegna var þetta inni til umfjöllunar á bæjarráði því að bæjarráð eitt getur tekið ákvarðanir umfram fjárhagsskuldbindingar undan það sem er fjárhagsáætlun. En fyrst og síðast núna gefst bara gott tækifæri til þess að taka þessu umræðu hérna á íbúafundi, taka hann inn í nefndunum sem komum fram í félögum minn fyrir áður, inn í eignaskipulags- og umhverfisnefnd, fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundunefnd sem öll snert þetta mál
og við náum í þetta bara góðri framtíðarsýn og svona góðri uppbyggingu hér því að svo sannlega þarf Reyðarfjörður á því að halda í tengslum við íþróttamannvirki sín. Þannig að það var svona ekki meir sem ég vildi koma inn á í fundargerðum Bæjarráðs. Orðið er laust fyrir einhverja þessi hljóðs. Rúnar Gunnarsson, þú varst og sjónarmenn og undan eindir hér. Forseti, ég held ég hafi nú búin að koma öll út úr mér í sambandi við sundlaugina. Ég hef nú stundum óskað þess þegar ég fer hérna upp í pontu að ég geti talað svona lengi ekki neitt eins og sumir geta. Ég get þetta bara ekki. Ég bara rið þess út úr mér sem ég ætla að segja og svo er það bara búið. En við byggjum upp sundlaugina á Reyðarfirði, það er engin vafi. En trjákurlima, ég glemdi því áðan. Ég hef gríðarlega mikið áhuga á því og ég hef heyrt það pínlítið að þetta er svona einhver misskilningur hvernig á að hvað þetta er. Við verðum sennilega fyrsta bæjarfélagið í Íslandi sem fyrir út í að gera þetta. Það er byrjað að gera þetta á Hallonstað, þau eru búin að gera lengi með góðum árangri. Við erum trúlega fyrsta bæjarfélagið í Evrópu sem ætlum eingöngu að nota rusl til að brenna. Það er að segja bretti sem við annars hendum. Þau eru kurluð niður og síðan eru þau brennt þarna. Ofnarnir sem á að nota í þetta eru þýskir og eru nánast engin mengun af þeim. Þess vegna eru menn með þetta eins og í Óðinsvé. Þar er þetta bara við hliðin á skólanum, bara eiginlega í sömu byggingunni og þar kynnta er þetta svona. Ég sé fyrir mér hér á Reyðarfirði að því að áliðnaðurinn hann gengur ekki svo vel og við getum ekki stólað á það að álveri verði þarna í 40 ár viðbót, þá held ég að sé ekki raunhæft að fara að taka hita frá álverinu. Að við getum farið í aðra svona kyndistöð fyrir allar byggingarnar okkar í Fjarðabyggðarbyggingarnar, skólana, íþróttarhúsin, höllina og allt þetta með þessum hætti. Þá verður búið að þróa þetta ennþá betur. Ég held að þetta sé svona, já, það sem við á köldu svæðunum getum gert. Við höfum ekki heita vatnið, við þurfum að leita einhver annar að leiða til þess að, já, þurfum ekki að kaupa þetta dýra rafmagn sem að ég vil nú meina að sé, sko, rauninni ódýrari framleiðslu heldur en heita vatnið, en það er ekki allir sammála mér í því. En ég er gaman að segja ykkur aðeins frá þessu. Þetta er svona mál sem ég hef alveg svakalega mikið áhuga á. Takk. Takk fyrir Rúnar. Ef þú hefur mynd að fósitinn hefði svo mikla hægilegt að það var ekki minn eitt, þá getur þú þakka honum fyrir að þú mundir eftir trjákurlinu. Það er Eydís Ásbjörn, þú gerir svo vel. Forseti, mér langar að bregðast aðeins við gagnrýni bæjarfulltrúa Ragnar Sigurðssonar og Sævars Guðjónssonar á Bæjarráð fyrir málsins sundlaug Reyðarfjarðar. En í 47. grein samþykkta Fjarðabyggðar er kveðið skýrt á hlutverk Bæjarráðs. En það stýrir framkvæmdum og fjármálum sveitarfélagsins og ber ábyrgð á forgangsröðum framkvæmda. Endurgerð og viðhald á sundlaug í Íþróttahúsinu á Reyðarfirði er ekki á framkvæmdaáætlun og hefur ekki verið sett í forgang enda við miklar endurbætur að ræða og það er því hlutverk Bæjarráðs að fjalla þá framkvæmd sem er ekki á fjárhags- og framkvæmdaáætlun sveitarfélagsins og afgreiða tillögu málið. Upphaflega var málinu vísað til Bæjarráðs en Bæjarráð hefur fjallað málefni sundlaugarinnar á Reyðarfirði frá síðasta sumri og hefur ekki verið ágreiningur hjá Bæjarráði afgreiðslu málsins. Staðan er svo að núna vinnur tíminn ekki með okkur við að klára viðgerðirnar á þessari önn þar sem ástandið á sundlauginni var bara mun verra en það leit út fyrir. En málið verður tekið fyrir í þessu eins og við bókum hérna áðan og svo í fræðslunefnd eftir að íbúafundurinn hefur farið fram. En mér er samt athyglisvert að bæjarfulltrúi sem situr hérna í eignarskipulags- og umhverfisnefnd hefur haft fjölmörg tækifæri til að bóka málið í nefndinni. En það hefur ekki verið gert hingað til. Það verður Eydís Ragnar Sigurðsson, gerðu svo vel.
Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góða gestir. Örlítið til þess að hnykkja þessu sem að Eydís var að koma inn á. Þá var ég einfallega að koma inn á það og ég veit mæta vel hvert hlutverk bæjar á þér. Málið kom upp í maí á síðast ári. Við afgreiðum fjárhagsáætlun í desember. Það hefði verið hægara sagt, mjög auðvelt verk að klára verkið, sérstaklega þar sem það kemur bara fram í gögnum bæjar. Að úttektin frá MVA var gerð í september. Og það sést bara í fundargerð bæjarstjórnar. Það er það sem ég var hér að gagnrýna. Ef að Eydísi finnst það óþarfi að hlutirnir fara fyrir fagnefndirnar, þá velti ég bara fyrir mér hvers vegna þær eru. Og það er erindisbréf sem er hægt bara að lesa inn á heimasíðu Fjarðabyggðar hvert hlutverk nefndana er. Og framkvæmdir á mannvirkjum sveitarfélagsins fellur undir eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Og það er það sem ég var að gagnrýna, að þetta hafi ekki farið þangað inn. Ég veit vel að þegar að fjárheimildir duga ekki fyrir framkvæmdum, að þá er bæjarráð eitt sem getur tekið ákvörðun það. En það að kynna ekki málin inn í fagnefndunum breytir engu þar Og ég vil bara vekja athygli á því að til þess, og ég ætlaði nú ekkert að koma inn á þetta hérna, því að ég var nú bara svo glaður varðandi þá bókun sem við komum okkur saman en bara til þess að hnykkja á sig, því að þetta er ákveðin misskilningu gagnvart þeirri gagnrýni sem ég var að koma inn á. En ég var nú að einbeita mér að því að gera bara ekki mikið úr þeirri gagnrýni. Til dæmis varðandi það að síðasta niðurstaða bæjarráðs hafi ekki farið fyrir fræðslunefnd áður en hún kemur hingað inn. Og hvers vegna það er mikilvægt? Er að til dæmis varðandi skólaráð, sem er eitt af hlutverkum hver skóla að halda úti, að þá er hlutverk skólaráðs að fjalla allar meiri háttar breytingar á skólast. Og þeim er bara skylt að gera það. Og þau eiga líka fjalla öryggi og almenna velferð nemenda. Ef við förum ekki með svona veigamikið atriði inn í fræðslunefnd áður en við ætlum að taka ákvörðun það, hvernig á skólaráð þá að fjalla það? Það er þetta sem ég var að koma inn á, bara svo það sé skýrt. Já, Eydís Ásbjörn óskar eftir að svara. Ég veit hún að tala þessar en ég hef gefið það svara athugasemd beint sem afsakið. Svo ég kom svo rétt frá mér. Þú mátt það sem þú tekið til máls tvisvar. Máttu svara því sem snýr efnislega beint að þessu, ekki af öðrum hlutum. Gjörðu svo. Forseti, ég var ekki að segja að það væri óþarfi að senda erindi til fagnefnda. En það lá fyrir að við ættum að taka koma með tillögu og eins og ég kom inn á áðan, þá var málið verkið umfangsmeira heldur en áætla var í upphafi. Og þetta minnisblað sem er verið að vitna í, sem hafi verið tekið frá 29. september, þetta kemur inn núna þar sem að bæjarstjóri óskaði eftir frekar í gögnum. Þess vegna er þetta að koma og við vorum að sjá þessi gögn öll á sama tíma. Fyrir Eydís vilja fleiri kveðsi hljóðus, Einar Már Sigurðsson, gjörðu svo vel. Nei, gjörðu svo vel, þú varst. Forseti, bara örstutt varðandi misskilning, af því að hann er allt í einu orðin hérna svolítið stórt atriði. Bara þannig að verði nú misskilningi það sem ég sagði áðan, þá held ég að það sé rétt að sá misskilningur sem framkemur í undirskriftaskjalinu hlýtur að spilast inn í það hvernig upplýsingar fara héðan. Það er að segja að þær hafa greinilega ekki verið nægjanlega skýrar og við þurfum að skoða það hvernig stendur á því að fólk skilur hlutin á þann hátt sem þarna kemur fram, sem er alls ekki í samræmi við það sem að menn voru að reyna að koma frá sér. Þannig að menn þurfa mjög nauðsynlega að skoða það hvernig það getur gerst. Aðeins ég ætla að fara að þreyta fólk á því að fara að fjalla hlutverk skólaráðs, þá eru augljóslega töluvert mikill misskilningur hjá Ragnari því og ég skal bara fara yfir það með honum og eftir. Og Ásta mætti vera alveg með mér líka ef hún vill. En það er smá misskilningur sem þær eru á ferðinni, við skulum ekkert vera að eyða tími það hér. Það er líka alveg ljóst að erindið sundlaugina
það fer til bæjarás, er vísa þaðan af embættismanni og það er náttúrulega fyrst og fremst fjallaðan þar út frá því að það vanti peninga til verksins. Það líka hins vegar rétt hjá Ragnari að það þetta hlutverk eignarskipulags- og umhverfisnefndar að fjallum húsnæðið og þess áttar. Þannig að það hefði náttúrulega verið heppilegt kannski fyrir mörgum árum síðan að þessu máli hefði verið vísað til ESU til þess að fara yfir máli til framtíðar. Nú er það hins vegar alveg klárt að það fer þangað og við munum að sjálfsögðu sinna því eins og þörf er á og bara vegna þess að þetta tengist viðhaldsmálum þá er það mjög stórt verkefni hjá okkur núna í þeirri nefnd að fara yfir viðhaldsmálin almennt í sveitarfélaginu. Því að þau því miður eru með þeim hætti að það er stórt verkefni framundan og það, eins og með þekkja þá hafa verið að koma upp þar svona einstaka verk sem en að þurft að stökkva til að því það hefur verið neyðarástand. Það er ekki þannig sem á að sinna viðhaldi. Það á að sinna viðhaldi skipulega og reglulega en ekki með áhlaupum þegar að vandamálin eru komin upp heldur er yfirleitt miklu ódýrara og farsælla að gera það áður en vandamálin kom upp. En aðalega kom ég náttúrulega hérna upp til þess að svara því ég ætla ekki að láta Sævar minn vera hérna á þess að fá svör við því sem hann spyr um. Það er hins vegar alveg rétt hjá honum að þetta tiltekna mál hefur ekki komið til ESU núna í þessari umferð og eins og ég sagði þá hefði það mátt vera komið þangað fyrir langa löngu vegna það er augljóst mál þetta er uppsafnaður vandi sem það er að bregðast við munum hins vegar að fara í það mál núna því að nú er búið ákveða það hér í bókun, sameiginlegri bókun að við munum fara í málið og að sjálfsögðu mun þetta líka fara inn í stóra pakkan sem við tölum á fundi, íbúðafundinu sem verður haldinn hér 5. mars. Aðeins til viðbótar við það sem Sævar nefndi, þá er ef ég man þetta rétt, Bechtel sem að kemur samt inn í með höllina og það er auðvitað vel þess virði að ræða það við Alcoa sem ég veit ekki til að hafi neitt komið að höllinni, hvort þeir hafi nú ekki áhuga á því, en því miður ef nú staðan þannig eins og hér er komið fram hjá áleiðinum almennt og í ýmsum öðrum málum sem við viðræðum við þá er nú ekki líklegt að það muni streyma mikið fjármagn á næstunni. En það er allt í lagi að það sé tekið upp viðræð við og ég held að við getum á engan hátt treyst á slíkt. Ég held að það sé bara algjörlega borðleggjandi. Aðeins varðandi Egilsstaðaflugvöll, það er auðvitað mikilvægt að það sé ekki bara við því að það hljómar kannski ekki rosalega trúverðugt ef enginn heldur því fram að Egilsstaðavöllur sé sko raunverulega besti varaflugvöllurinn, bara henti langt best, en því sem betur fer, þá hafa komið umsagnir bæði frá flugleiðum þar sem þeir hafa bent á þetta sé völlunum sem eigi að hafa forgang og félag atvinnuflugmanna einnig. Þannig að það eru bæði fagmenn og hagsmunaaðilar sem eru að benda á, ekki bara landshluta talsmenn sem eru að vekja athygli á sínu landshluta. Það er auðvitað mjög sterkt og það held ég að hafi hjálpað verulega til að þetta liggur núna fyrir að Egilsstaðaflugvöllur verður sá flugvöllur sem verður byggður upp í forgangi sem varaflugvöllur fyrir þjóðina. Takk fyrir Einar. Sævar Guðjónsson. Gerðu svo vel. Einar baði mig að sína að ég væri komin á 60-aldurinn og það er kannski mitt málið að ég glemdi hérna ákveðnum hlutum eins og Rúnar, ég romsa hlutunum út mér. En bara varðandi skólasundlaugina eða sundlaugina í lokin, ég hef svo sem engu við það að bæta nema ég segi bara við okkur bæjarstjórnarfólk, nú skulum við hætta að tala um verkin og láta verkin tala. Það er bara mjög einfalt máli, þetta getur verið allt saman og það og við samþykjum það hér og eftir. Varðandi opna bréfið sem ég fagnaði á hann og ég það er svolítið sama þar. Við höfum verið stolt af því að geta tekið við einsáskomlum börnum inn á leikskólanum okkar. Og ég er þeirra skoðunar að við höfum aldrei á meðan við mögulega getum að gefa afslátt á því. Það er mjög mikilvægt fyrir þetta framleiðslu samfélag sem við búum í hér að fólk geti þetta en á sama tíma þetta heldur ekki að gefa neitt afslátt á fagstarfinu sem þar er unnið. Og ég legg til að við leitum allra leiða til þess að viðhalda því og getum áfram sagt það á þess að skrökva nokkru að við tökum við einsáskomlum börnum á leikskóla. Það finnst mér vera mjög jákvætt og skemmtilegt fyrir okkur Fjarðabyggðar búa að geta sagt og gert og staðið við. Ég glemdi náttúrulega trjákurlinu, Rúnar, og þú ert ekki alveg einn að hafa áhuga á því. Þú ert náttúrulega svo eini sem heldur það að við sem fyrstu í heimi að Evrópa fara að gera þetta. Þetta er gert víða í Svíþjóð og þú vitnar í það sjálfur á það. Ég held...
Ég held að við ættum að einmitt að nota þetta tækifæri og þessar hugmyndir sem þarna verið að tala að nota bretta afganga í þetta. Það eru þetta ákveðið sorp og tré sem hægt er að nota í að búa til þess að breyta í varma. Það er enda líka hægt að breyta í raforku sem er svo aftur hægt að breyta í varma. Það er hægt að gera margt í þessu og þróunin hefur orðið mjög mikil á þessum sviðum undanfarin ár og eins og ég segi í Svíþjóð víða eru heilu byggðarlögin kynnt upp með sorpi og þá er ég að tala með sorpi, ekki bara trjákurli og ég hef nú oft talað sorp og þeir vita það sem að hafa hlustað á mig hér áður að mér finnst að við eigum að einbeita okkur mun betur því það er nú talað hér á nokkrum stöðum lokanir á urðunarstöðum eins og í Mjóafirði og Breiðdal. Og þetta þetta svona, hvað ég segja, þetta er ekki alveg í anda 21. aldarinnar og allra þeirra umræðu sem hefur farið hér loftslagsmál og annað slíkt að vera urðasorp. Við eigum að leita allra leiða til þess að umbreyta sorpi í varma eða orku. Og það komið fullt af lausnum í því, eins og Rúnar kom inn á. Það er að byggja svona eins og við köllum sorpbrennslustöðvar, þetta er náttúrulega miklu meira, þetta er hátækni þróaður ofnar sem geta í raun og veru umbreytt orkunni yfir í kyndiorku eða raforku og í staðinn fyrir að vera urða þetta og þar eigum við að læra til dæmis að Alcoa. Það er ekkert sorp sem kemur frá Alcoa, það eru auka afurðir og sorp eru þetta ekkert annað en auka afurðir vegna þess að allt þetta meir og minna allt brennur og meir og minna öllu þessu hægt að breyta í orku. En við tökum auðveldulegina, kannski á tímabundið ódýrustulegina og urðum það. Við þurfum að fara að hugsa þetta lengra og ég hvet okkur öll þess að gera það. Takk. Takk fyrir að Ragnar Sigurðsson óska eftir að fá að svara því sem á honum var beint. Og það er svona fullu samræmi við fyrri úrskurð minn, þá gerur svör Ragnar. Það er búið að vitna svo oft í einhvern allserjar miskilning hjá öllum að það er eiginlega, maður veit ekki hvar maður ætti að byrja. Það hlýtur nú að vera einfallega þannig að þegar allir aðrir að miskilja allt þá hlýtur það að snúa frekar að manni sjálfum hvernig maður að setja fram hlutina. Ég hef auðvitað ekki þá reynslu sem að Einar hefur úr skólastarfinu en það var nú einfallega svo að það var velvakandi íbúi sem að bendi mér á hvert hlutverk skólaráðs væri og ég fóð nú bara einfallega og fletti því upp og úr því að Einar talar að ég að miskilja hvert hlutverk skólaráðs er. Þá ætla ég bara að fá að lesa hérna upp úr því með leyfi forseta. Helstu verkefni skólaráðs. Þar kemur hér fram að skólaráð eigi að fjalla skólanámskrár, rekstraráætlun, starfsáætlun skólans, þar með skóladagatal, skólareglur og aðrar áætlanir skólastarfi, til dæmis áætlun gegn einelti og öðru ofbeldi, skólabrá og skólareglur. Skólaráð fjallar valgreinar, úlingastigi, niðurstöðu samræmda prófa, skimana og innra og ytra mats. Varðandi meiriháttar breytingar, þá er skólaráðinu ætlað að fjalla meiriháttar breytingar sem fyrirhugaðar eru á starfsemi skóla og gefa umsögn áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar. Hér gæti til dæmis verið að ræða samstarf eða sameiningar við aðra skóla eða breytingar á rekstrarumhverfi, húsnæði, skólalóð eða kennsluháttum sem telja má að hafi mikil áhrif eða ef leggja á skólan niður. Skólastjóri tekur tillit til umsagnar skólaráðs og leitast við að ná sátt þau mál sem eru til umfjöllunar. Og svo er hér fjallað ýmislegt annað, ég ætla ekki að fara yfir það en þar ber kannski einna helst að nefna öryggi og almenn velferð, barnavarðandi húsnæði, aðstoð, aðbúnað og almennri velferð nemenda. Eins og ég sagði á hann, þá hef ég ekki sömu reynslu og Einar en mér finnst voðalega erfitt að túlka þetta annan hátt en svo að það eigi að minnsta kosti að kalla eftir umsögn skólaráðs áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar eins og kemur hér orðrétt fram í hlutverki skólaráðs. Ragnar, þá að þetta komið til skila. Sigur Ólafsson, gerðu svo vel, hefur beðum orðið. Já, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góði gestir. Það er kannski að bera í
bakka fulla launa að tala meir þetta sundlega mál, en auðvitað er afgreiðslan á þessu ekki alveg nógu góð. Þetta svona mál sem að gekk of seint að fá botn í, og svona ég held að menn hafi vonað að það væri hægt að fara einhverja svona skemmri skýrn í því að tjasla í launa eins og hefur oft verið gert áður, og leysa sundkennsluna í þessari laug. Það fékkst svo innveru endanlega botn í það núna bara mjög nýlega að það væri ekki hægt, og það var náttúrulega ekkert annað að gera heldur en að keyra börnunum í sundkennslu og leysa þetta með einhverjum hætti. En til framtíðar þá náttúrulega verður að teljast mjög líklegt að það sé hagkvæmt að gera við laugina, og ekki aðeins til þess að sé þögn menn sé ekki ræðandi einhverju Jú, það er rétt í sal. Já, já, einmitt, takk. Já, það er mjög líklega hagkvæmast til lengri tíma litið að gera við laugina, af því að annars þurfum við að keyra varanlega í sundkennslu og því fylgir náttúrulega röskun á skólastarfi og kostnaður og mengun og aukin hætta eins og er náttúrulega augljóst og er búið að benda á. Þannig að ég ætla svo mikið að segja meir um það. Ég bara vona okkur tækist að leysa málinn þannig að börnin fái sundkennslu og svo náttúrulega verður þetta skoðað í samhengi við umræðu framtíð íþróttamannaverkja á Reyðarfirði. Aðeins leikskólamálin, þá náttúrulega er mönnun á leikskólum almennt bara mikið áhyggjuefni, og það er kannski ekki aðal ástæðan fyrir því að vera mjög vandræðum þar að það sé ekki nóg auglýst. Það eru aðrir hlutir sem við erum að glíma við þar, og það eru flest sveitarfélög að glíma við vandamál við það að manna sína leikskóla, og náttúrulega hlutfall fagfólks er allt og lágt, en það gengur hreinlega bara illa að finna eitthvað starfsfólk á leikskólana, og það er mjög alvarlegt, sérstaklega til lengri tíma litið, vegna þess að nú viljum við fara út í snemmtæka íhlutun í auknum mæli, það er að segja að grípa fyrr inn í málefni barna sem að stefnir í eitthvað óefni, og því fyrr sem að sú vinna hefst því betra. Þannig að ef menn ætla að fara alla leið í því, þá byrjum við á leið og börn komin í leikskóla á snemmtækri íhlutun, og þá þarf að vera fagfólk til að sinna því, eða bara eitthvað fólk til að sinna því. Þannig að það er vissulega áhyggjuefni og tengist náttúrulega kjaramálum, það tengist álagi á leikskólanum og ýmsu fleiru. Þetta er svona stórt og viðamikið mál og eitthvað sem við verðum og ætlum að skoða mjög vandlega. Og það tengist svo þriðja málinu sem ég ætlaði að nefna, sem eru sumarlokanir leikskóla og sú pæling. Ég held að það sé mjög gott að skoða það mál, en það verður líka skoðast í samhengi við álag á starfsmönnum leikskóla og því hvernig starfsfólk á leikskólum tekur í það, þannig að við þurfum að hafa það með í ráðum og skoða þetta allt saman í heild. Takk. Hvað fyrir Sigurður, fleiri kveða sig hljós? Svo verðist ekki vera, þá tekið til afgreiðslu fundargerð bæjarráðs að undanskildum lið 8 í fundargerð 650 og liðum 3, 4 og 5 í 651. Það er saðingefinn sem geði merki. Það eru saðið þetta með 9 atkvæðum. Þá, Ragnar, þá skal þetta að þú víkir úr sal og tökum við til umfjöllunar. Fyrst í fundargerð 651 liði 3, 4 og 5 sem allir snúa að hjúkrunarheimilunum hvernig hann hátt, og leið og ég opna mælindaskrá að fá að taka aðeins til máls undir þessum liðum sem eru allir sem eru þess eðlis að eins og með þekkja þá höfum við núna, ekki segja að það er orðið árabil átt í samræði við ríkisvaldið rekstur hjúkrunarheimila og ekkert bara við sem sveitafélag heldur sveitarfélögin í heild sinni landinu. Hjúkrunarheimilsrekstur heyrir undir ríkisvaldið og er því miður þannig að sveitarfélög mörg hver og ég held í vel flest hafa ekki fengið eða
Þessu er ekki skammtað til fjármagn sem þarf til rekstur hjúkrunarheimila í landinu. Og það skal hafa sveitarfélagin orðið að hlaupa til bagga með sínum hjúkrunarheimilum og rekstri þeirra, sem í sjálfu sér eðlilegt, en getur þetta ekki gengið til langframa. Það er kannski stóra máli í þessu er það sem liður 3 tekur á þessum samningur rekstur huldur hér á Uppsala við Sjúkratryggingar Íslands sem var undirritað núna 2020-2021. Þetta sem sagt var hér til umfjöllunar einnig á síðasta fundi bæjarstjórnar, en sem við þekkja þá gerðu Sjúkratryggingar Íslands samning við hjúkrunarheimilin að samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu á síðasta ári í desember og það verður nú bara að segja eins og að samningsstaða hallaði mjög á samningsstöðu þarna og þess að hefur komið fram og hér áður á fyrir fundum og það hefur samtök sveitafélaga líka tekið undir. Það er alveg ljóst að þegar það eins og þarna var gert, þarna var Sjúkratryggingar stiltu hjúkrunarheimilunum upp eða samtöku fyrirtæki velferðarþjónustu fyrir hönd hjúkrunarheimiluna og sambandssveitafélag svo að þið fáið ekki þessar 300 milljónir sem á að setja aukalega ef þið skrifið ekki undir frjól. En eftir sem áður var ljóst að það var miklu meira en 300 milljónir sem þurfti og það er búið að fara í gegnum mjög kostnaðarsöm möt á rekstri hjúkrunarheimila á Íslandi til þess að koma með fyrir Sjúkratryggingar. Það er búið að fara í gegnum viðræður sem hafa staðið svo árum skiptir og ekki skilað og eftir stöndum við erum komin með samninga í heild sinni en samning sem getur eiginlega ekki gengið upp og þetta hefur verið tekið til umfjöllunar á sambandi sveitafélaga inn í stjórn þar og inn á vettvangi þess líka og þetta er alveg ófært. Við höfum tekið umræðum þetta einnig við heilbrigðisráðherra að við þetta stöndum fram fyrir því að þetta svona getur ekki gengið og nú hafa mér þetta heflust heyrt og séð að sum sveitafélög þetta bara fann að hugsa og horfa til þess bara að skila af sér þessum rekstri. Nú veit ég ekki eins og hvort það er hægt og þau vita það sjást ekki sjálf því að það eru málaferli í gangi en það er ekki þannig sem við viljum reka þetta, við viljum þetta halda utan á sín í hjúkrunarheimilum sem við höfum gert en það verður að koma til einhver aukin skilningur. Jafnframt í þessum liðum líka var komið inn á endurnýjun húsnæðis Uppsala eins og með þekkja þá er búið að breyta uppsölum frá því að uppsalir á Fáskrúðsfirði voru áður dvalarheimili. Sú skilgreining er ekki lengur til þannig við höfum fengið líka að breyta dvalarheimilisrýmunum yfir í hjúkrunarrými sem eru miklu nauðsynlegri okkur en það þarf að breyta húsnæðinu. Það á að koma sömuleiðis frá ríkisvaldinu og við erum núna að reyna að ná einhverju niðurstöðu það vegna þess að þar eru til fjármagn af þessari áætlun uppbyggingu hjúkrunarheimila sem var kynnt í fyrra ef maður ætti snemma ás í fyrra eða sent ár hitti fyrra. Það sem kemur fram ákveði fjármagn sem er þar til þess að breyta rýmum í hjúkrunarheimi. Þannig að þetta er verulega mikið áhyggjuefni á okkur og mörgum öðrum sveitafélögum. Við fundum það svo greinilega hér á nágrannum okkur á Vopnafirði, það sem þetta er líka mjög þeir reka hjúkrunarheimili. Við þetta verður eiginlega ekkert unað mikið lengur en því miður ef við náum ekki þeim skilningi á ríkisvaldinu þá verður þetta erfitt. Að því að svo sannarlega hefur ekki stað á sveitafélögunum neins staðar að hjálpa undir en ríki getur ekki farið undan sínum skildum, það er ekki hægt. Það er ákveðin tekjuskipting á Íslandi sem er með ríkis sveitafélaga, því fylgir ákveðin þjónusta sem hvorum séu á að sinna og við getum ekki endalaust tekið okkur þjónustu hins meðan hann heldur eftir lunganum og því fjármagni sem er. Það er bara þannig. En það var svo mikið fleiri vilja fleiri hversljós þessa liði. Svo er ekki þá byrja upp til afgreiðslu. Þeir eru sagði þetta með 8 atkvæðum. Þá ætla ég óska því að Ragnar gangi í sal. Ég hef með hann vistaskipti, Eydís þú tekur stjórn og tekur lið 8 fyrir fundagerð þar sem ég er vanhæfur. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka fyrir lið 8 í fundagerð 650 til umræðu afgreiðslu. Það liggur fyrir beiðni bæjarráði frá Hákoni Guðröðarsyni fyrir hönd Hverneshátíðinnar sem haldin verður páskan í Neskústað að halda tónleika í Stefánslaug að kvöldi 10. apríl næstkomandi. Bæjarráðið samþykkti beiðnina og orðið er laust þennan lið. Einhver sem vil enginn kveða sig til. Nei, til ljós. Þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Forseti má gangi í sal.
Takk fyrir þetta. Þá göngum við næst til næsta liður á dagskrá sem er fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar með 252. Orðið í laustum hann vil einhverja þessi hljóðs. Einar Már Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, örfá orð, ég get nú verið snöggur vegna þess að við erum búin að ræða kannski þá stæðstu liði sem að hérna er til umfjöllunar, það er að segja Fjarðabyggðarhöllin, annars vegar ástandið og aðgerðir og svo grasið í höllinni. En það er aðalega liðir vegna þess að oft eru nú fyrirsagnir liða kannski ekki alveg lýsandi fyrir málið. Það er eins og til dæmis 3.1 eða fyrstiliðu fundagerðarinnar óskum tímabundna undanþágu vegna sorpunar staðar á Heydalamelum Breiðdalshreppi. Þarna er verið að fjalla lokun raunverulega þessa urðunarstaðar, alveg eins og í öðrum liðnum um lokun urðunarstaðar í Rima í Mjóafirði. Það er verið að ganga bara frá samningum þessa lokun við Umhverfisstofnun og það er auðvitað rétt að við höfum ekki ástæðu til að vera með marga urðunarstaði og auðvitað eigum að stefna því að minnka sem allra mest urðun, minnka sem allra mest sorp, það er að segja við eigum auðvitað að koma í veg fyrir að það sé eitthvað eftir sem að þarf að fara í urðun og það er bara að vera neyðar línan. Bara aðeins vegna þess að það er svona gleðilegt, ekki lýsandi heldur í fyrirsögn, það er 14. liður skólaðu 49 á Fáskrúðsfirði. Það er húsnæði sem að Hótel Bjarg hefur verið í, nú eru konið nýjir aðilar sem búin að kaupa húsnæðið og voru að fá heimildi til þess að breyta innandyra, setjum nokkur íbúður og síðan hugsanlegt gisti heimili þar. Það er einnig þannig að vonandi verður meira líf í því húsi heldur en verið hefur töluvert skeið. Þannig að þetta er svona gleðilegt og það má segja líka að því fleiri urðunarstöðum sem við lokum þá sé það gleðilegt einnig. Þakka fyrir Einar, vilja fleiri kveða sem málsundir fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Sævar Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, getur fundagestir eða fundamenn. Aðeins lið 3-3. Friðlýsingu Gerpissvæðisins. Já, ég veit Einar, þú glemdi, þú ert orðinn gamall. Ég mætti nú á þennan ágæta kynningafund, óumbeðinn, nema reyndar bað móður minn sem að koma með sér sem er landeigandi þarna. Ég er ekki landeigandi og hef svo sem enga aðkomu að þessu svæði beint. Ég hef þó setið nokkuð marga fundi þetta svæði og fyrsti fundurinn ef ég man rétt var í Valhöll á Eskifirði 1998. Þar sem að landeigundur og Fjarðabyggð eða hlutaðandi sveitafélög þá höfðu bara mikinn áhuga á því að þarna yrði stefnt að friðlýsingu. Svo var fundur 2003-04, svo 2009 eða 10 og svo kom hérna ægileg sendinefnd frá umhverfisráðuneytinu og umhverfisráðherra og þá tók ég mig nú til áður en að þau komu hérna og var þá í bæjarstjórn og hringdi í flest alla landeigundur eða alla sem ég þekkti sem er nú reyndar langflestir og höfðu með langflest eða stærstu jarðirnar að gera á Gerpissvæðinu og spurði hug þeirra til friðlýsingar og það er skemmst á því að segja að þá voru allir landeigundur utan Barsnesinga á móti friðlýsingu. Og ástæðan var eins og ég sagði umhverfisráðherra þá algjörlega heimatilbúið vandamál. Umhverfisstofnun hafði ekki svarað einu einasta erindi frá einunni neinum. Og einhvern veginn var að mínu viti mjög ófaglega unnið að þessu öllu saman því að það sem var jákvætt var orðið neikvætt og það var einhvern veginn ekkert gert í því. Nú er klukkan orðin 2020, þá var haldinn fundur og ég var að segja að ég var mjög ánægður með hennar fund. Fyrir það fyrsta var mjög góð mæting á fundin af landeigundum og áhugamönnum svæðið og það sem ekki hefði gerst áður, að mínu viti, var að starfsmenn Umhverfisstofnunar þeir svöruðu meira og minna öllu sem til þeirra var beint og spurt á fundinum.
og svöruðu því bara mjög vel. Ekkert endilega það sem að fólk vildi heyra, heldur bara svöruðu og komu með svör við spurningu sem var beint til það. Og þetta fannst mér að vera mikil breyting og mér fannst mér að vera miklu meiri jákvæðni í öllum sem voru á fundunum eftir hann. En ég ítrekkaði líka á þessum fundi að sporin hræða og það er ekki ástæðulausu. Það er vegna þess að þó að umhverfisráðuneytið eða umhverfisstofnun segi eitt, að þá kannski er það ekki endilega að hún meini það. Og það veit ég af friðlýsingu meðal annars Vatnajökulsþjóðgarðs, þar sem ég kom aðeins að sem formaður hrindarleiðsögumanna þá, að þar var ekki staðið við allt sem var lofað í upphafi og hefur ekki verið staðið við enn. Þar var fljótlega að fara að loka ákveðnum svæðum fyrir veiðum, seinka hreindýraveiðum á ákveðnum svæðum og átti að banna til dæmis refaveiðar hérna á norðaustursvæðinu sem að Fljótsdals er að reynda hrakti tilbaka. En ég held að, eins og ég segi, ég er ekki landeigandi á þessu svæði, ég starfa samt mikið á þessu svæði, minnst ástu 2 mánuði á ári og auðvitað meira og hef mikla tilfinningar til þessa svæðis, bæði pabbi minn og mamma eru fædd og uppalinn á þessu svæði, þannig að ég hef oft, já, er mikið þarna. Þannig að auðvitað hef ég skoðanir á því og ég held einhvern veginn að við séum komin á það stað núna að Fjarðabyggð sem sveitafélag, þetta er nú eitt stærsta útivistarsvæði okkar Fjarðabyggðar búa og þar af leiðandi held ég að flestir hafi einhverja skoðun á þessu svæði hvort sem er eiga lönd þarna eða ekki. Og ég held að nú þurfum Fjarðabyggð einfaldlega aðeins að taka sig til og boða til fundar hérna heima fyrir og marka sér stefnu í samráði við landeigendur og áhugamönnum svæði. Mér finnst það ekkert endilega eðlilegt að það komi frá Umhverfisstofnun. Og Jón Björn fór nú ágætlega hérna yfir samskipt okkar við ríkið í öðrum málefnum. Umhverfisstofnun er ríkisstofnun og ég er ekkert endilega að segja að hún sé eins og aðra stofnanir hjá ríkinu. En ég hef enga trú á því að þegar að einhver ætlar að gera eitthvað á þessu svæði og þá getur hann sendið erindi Fjarðabyggðar og Fjarðabyggðar annarkvort játa því eða neitar, að þegar að svo aftur stóri aðilinn, ríkið, hefur komið umsögn allt sem verður gert þarna, ég held að það verði ekki til þess að létta stjórnsýsluna í kringu það eða friðlýsingu á svæðinu. Og ég held líka þar að ekki að þetta svæði er friðlýst meira og minna allt árið bara náttúrunar hendi. En auðvitað getur það breyst með til dæmis laxeldi eða olíuhreinsunarstöð eða hvað það er mjög snöggt. Þannig að við skulum halda áfram með þetta mál en ég hvet hérna forsvarsmenn Fjarðabyggðar til þess að kalla saman svona landeigendafundi eða áhugamanna hópum þetta og marka svolítið stefnu heimamanna í þessu. Ég finnst að það sé alveg orðið tímabært. Ekki að ég fáráðurinn á mjóri sé að hringja hér í landeigendur eða landeigendur að hringja í mig og segja mér hitt og þetta þetta, heldur að það sé bara búin til stefna. Það vantar auðvitað og ég hef heyrt marga landeigendur tala um það vantar einhvers konar landeigandafélag sem ekki til og það væri auðvitað mjög gott og reyndar ef að verður haldið áfram með þessar friðlýsingar hugmyndir að þá verða landeigendur allan að koma sér saman einhverja aðila inn í friðlýsingarnefndina. En þetta er dálítið stórt mál og ekki dálítið, þetta er mjög stórt mál því að og ég held að við sem sveitafélag eigum ekkert að sitja neitt hjá í því enda eigum við lönd á þessu svæði og ríkið líka og margir einstaklingar hérna á svæðinu. Takk. Þessi svar, Eydís Ásbjörnsdóttir, svo einar mál. Eydís, gerðu svar. Forseti, ég ætla að koma inn á lið 3 í fundargerðinni Gerpisvæði og við Sævar höfum tekið oft gott samtal þessi mál en það var einmitt eins og hann kom inn á íbúafundur haldinn hér á Eskifirði, tónlistarmiðstöðinni og einnig var haldinn fundur í Reykjavík. Ég sótti þann fund ásamt umhverfisstjóra þannig að við frá sveitafélaginu höfum verið líka til dags á þessum fundum en bara þannig að það sé alveg skýrt að það var bókað þessum tíma í bæjaráði að við værum tilbúin að kanna tækifæri til friðlýsingar á Gerpisvæðinu. Þannig að þetta mál har ekki búið taka neinar ákvarðanir
þetta er allt í opnu ferli og þetta er liður að því þessi fundir. Og eins og þetta er líka, eins og Sævar hefur líka komið inn á, þetta er ekkert óumdeilt, þetta mál. Og það þarf kannski að sýna svona eitthvað, við þurfum að, og Umhverfisstofnun líka, ríkið, að sýna trúverðleika í þessu máli. Og við höfum alveg bent á það að hér hafa verið fleiri svæði friðlýst eins og Helgustaðanáman sem var friðlýst 1975 og því svæði hefur bara verið illa sinnt á hálfu hið opinbera, þannig að við þurfum kannski að byrja að því að sýna það sem búið er að friðlýsa að sinna því vel, bæði upp á landvörslu, heilsárs landvörslu sem viljum fá þar er ekki teljari eða þannig að við veitum í rauninni ekki nákvæmlega hvað margir ganga þetta svæði og svo ég tala ekki það er þetta mikið horfið af Silfurbergi í gegnum tíðina en þannig að það þarf líka að sýna fram á það, að sýna ábyrgð á því sem búið er að gera. Og kannski bæti aðeins við fyrir ekki fyrsti að núna er í rauninni ferli þannig að Umhverfisstofnun er í samskiptum við landeigendur að þeir fá erindi sent til þess að hvort að þeir hafi áhuga að vera með í friðlýsingu og það þetta samtal þurfum við svo að taka áfram sem sveitafélag hvort að fólk hafi áhuga almennt á þessu og áður við tökum einhver afstöð. Einar Már Sigurðsson, gerðu svo vel. Já, forseti Eydís fór nú ágætlega yfir málið eins og þetta stendur. Mér langaði bara aðeins vegna þess að eins og við komum hér fram að þá erum við Sævar svona eiginlega í sama aldurshópnum og það auðvitað eykur líka samstöðu okkar og það sem hann sagði hérna áðan er ég eiginlega sammála því öllu saman og mjög athyglisvert það sem kemur fram hjá honum það að við skoðum það að stofna landeigandafélag. Ég held það getur verið mjög til bóta og auðvitað þurfum við að móta stefnu og þetta er bara í ferli eins og Eydís fór hér yfir. Þannig að ég er hins vegar sannfærður það en ætla ekki að gefa mér niðurstöðuna fyrirfram, við erum sem að skoða þetta með opnum huga. Ég tel að þarna séu mjög margir möguleika ef að vanda er til verka, en það er líka hárrétt hjá Sævari að sporin hræða svolítið, það er að segja að það hefur ekki alltaf verið staðið við allt sem sagt hefur verið. Og þannig horfir þetta því miður ómikið varðandi til þessu Umhverfisstofnun að þar hafi ekki hlutin allir gengið, við þekkjum það mjög varðandi mál sem hefur snúið okkur með landvarðarráðningar. Þannig að það er auðvitað þannig að ríkisvaldi þarf að halda vel utan þetta. Við eigum held ég samt sem áður að reyna að nýta okkur það sem best núna að umhverfisráðherra núverandi er mikill áhuga maður þessi mál. Þannig að ég held að sé mikilvægt að við reynum að komast eins langt og við getum á meðan að hann situr í þeim stól sem hann er núna því það er ekki víst að það verði mikið lengur. Eins og við vitum þá er nú alþingiskosningar eftir rúmlega ár, cirka. Þannig að við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér þeim efnum, þannig að við þurfum að nýta þetta ár svona eins vel og við getum og það er hárrétt hjá Sævari að bæði ríkisvaldið og við eigum þarna jarðir, þannig að við erum stór hluti af þessu og það er rétt að rifja það upp að ráðherra gaf ákveðið merki áhuga sinn á þessu svæði þegar hann beitti ákvæðum í lögum það að hann gat keypt jarðir í Hellisfirði sem að skiptu þetta verulega máli inn í þetta. Þannig að hann var með því að gefa svona ákveðin skilaboð inn í umhverfið þar hvar áhugi hans lægi í málum. Þakka þér fyrir Einar. Ég ætla aðeins að fá að kveða með hljóðs undir þessu lið bara og svo sem á komin takundi með það margt sem ég hefur sagt. Stórumáli í þessu eins og kom fram í máli Eydísar er það náttúrulega að svo ákvörðun sem tekið var árið 2009 sem þessi vinna byggir á að setja gerpisvæði inn á náttúruverndarskrá og þar leiðandi hefst þessi ferill sem er það að mitt á þeim fundi sem fór yfir áðan þá verið umhverfisráðherra Svanhildar Svavarsdóttir komið mitt hér til umræðu og það var mjög við skulum orða þannig að það var mjög ljóst að landeigendum hugnaðist ekki friðlýsing og á þeim tímapunkti utan kannski á stöku og úr því var ekki meira. Ráðuneytið hefur endurvaktið þetta mál einmitt núna í hitti fyrra. Endurvaktið eða hélt áfram, þeir eru með þetta inni og þetta samkvæmt lögum.
og tók þessu umræði hér við okkur og við töldum það eðlilegt að við myndum ræða við landeigendur og það er kannski stóra máli, við erum ekki gerendur í þessu máli. Ég svo sem bara ítreka mín afstöðu hér sem ítreka á fundirum, mér finnst mjög brýnt að ríkisvaldi sína af sér fyrst að það ætla að sinna þeim svæðum sem búið er að friðlýsa, sum hver fyrir áratugum og byrja á því að endurvinna það traust sem það þarf til þess að geta farið í meiri friðlýsingar. Ég held að það sé kannski stór og það höfum við gert við hjá sveitarfélaginu höfum við gert umhverfisstofnun og umhverfisráðherra grein fyrir á fundum okkar í þessum undirbúningsferli að og eins og Eydís kom inn á og myndist hér á Helgustanámi sem er eitt besta dæmi það hvernig hlutum hefur ekki verið sinnt. Helgustanáma það stór sér á henni eftir ágang síðustu ára. Við höfum ítrekað óskað eftir því að þar verði landværsla að hálfu hins opinbera. Við höfum haft ýmsar hugmyndir líka það að takmarka aðgengi henni og stýra því einnig og það væri ágætt að við sæjum fyrst breyting á því og síðan getum við stíð næstu skrefi eflustur í þessu tækifæri en þau tækifæri sem eru þá þegar fyrir í ýmsum öðrum svæðum þurfa þá að vera skýr og komin þau umgjörð. Það var ekki fleira. Rúnar Gunnarsson, gjörðu svo vel. Ég ræddi það rétt áðan, að maður getur talað lengi ekki neitt. Sævar tafði hér fundin alveg heilmikið að tala friðlýsingu á Gerpisvæðinu. Ég ætla líka að ræða friðlýsingu á Gerpisvæðinu. Ég er bara alfarið á mótinni. Það mun verða þannig þegar við bara friðlýsa að þá má Sævar fara hreindýraveiðar á Gerpisvæðinu, sem er gott. Hann má bara ekki skjóta. Því það truflar aðra gesti hvellurinn sem kemur. Þannig ég er alfarið á móti friðlýsingu á Gerpisvæðinu. Svo kemur hérna aðgerðir númerslausa bíla. Er númerslaus bíll endilega ónýtur? Nei, hann er sko ekki ónýtur. Ég á 2 í hlaðinni á mér og báðir númerslausir. Það er eingöngu vegna þess að ég er að spara það að borga þeim tryggingarnar og bifreiðagjöldin. Þannig að þetta er vitlaus uppsetning að tala aðgerðir gegn númerslausum bílum. Þá var aðgerðir vegna skemmdra og ónýtra bíla sem að liggja einhvers staðar. Efnistaka úr Norðfjarðará. Þetta er nú þetta svolítið útisnúningur hér á blaðinu. Það er alls ekki verið að tala efnistöku úr Norðfjarðará, heldur það verið að tala efnistöku í fjörunni við hliðina á Norðfjarðará út í sjó. Þarna mokaði ég upp efni fyrir 44-5 ára síðan. Við höfum búin að tekja efni þetta síðan og allt í núna þá er þetta stór mál. Og þarf að fá leyfi og þetta er farið að hamla núna framkvæmdum í bænum. Svo ætla ég að fagna því hérna að Hákon skuli ætla að fara að byggja við sumarhús sitt á Hólum. Það er gaman að fá nýtt hús þarna frá og þið viti vantarlega hvar þetta er. Þegar þeir eru komið út úr göngunum og þá er snirtilegt sumarhús í hvað segum við, Norðurfjallinu, gaman að fá fleiri, takk. Hvað fyrir húnar, fleiri hvað þessi hljóðs, Sævar Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundarmenn, ég ætla nú að byrja forsetum að fyrirgefa með það, ég myndist ekki sérstaklega á hann áðan, auðvitað á ég að vita þetta en greinilega er aldurinn fann að kikka inn. Já, ég held að við séum að mörguleiti öll sammála Gerpisvæðið og þessi mál hérna, að mörguleiti, kannski ekki öllu leiti. Og eins og sagt hefur verið, sporin hræða, við erum náttúrulega með fólkvangin á Norðfirði, við erum með Helgustaðanámuna, við erum með fólkvang og friðland hérna út í Hólmanesi. Alltaf þetta einhvern veginn, já, allavega ekki eins og það á að vera. Og það er ekki til fyrirmyndar hvernig uppbygging á þessum svæðum hefur verið. Og meðan svo og við fáum enga fjármuni og eru nú kannski lítið svör frá umhverfisstofnunum hvernig þetta á að vera, uppbygging göngustíg og annað slíkt, að þá finnst mér orka mjög tvímælis hvort við eigum að fara að stækka þetta risastóra friðlista svæði með öllu Gerpisvæðinu.
En ég kalla í raun og veru bara og ætlaði svona bara ítrekka það sem ég var að reyna að segja áðan og segja það bara mjög einfalt held ég, þannig að allir skilji. Ég kalla í raun og veru eftir stefnu Fjarðabyggðar í þessu máli sem landeiganda og sem auðvitað sveitafélags og ég held að svo stefna verður auðvitað aldrei fullgerð nema eins og Jón Björn kom inn á áðan með samtali og samráði við landeigendur og það kom ég líka inn á að við þyrftum að gera. Bara ítreka það. Ég kalla eftir stefnu Fjarðabyggðar í mál. Hvað fyrir Sævar, við erum fleiri hvað sljóðsandi fundager eignaskipunar og umhverfisnefndar. Svo verðist ekki verið í byrjun til atkvæða. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum konið fundager Hafnarstöðum með 236 leiði opna mælendaskrá og óskaði eftir því að fá víkjundi lið 2 sem tengist erindi sem kom frá mér vensluðum aðila. Ég tók ekki þátt í afgreiðslu og umfjöllunum það á fundinum. Nú, þannig að eitist tekur við stjórn og stýrir umræðu og afgreiðslu þess liðar en öðru leyti er fundagerðin til umræðu lengur þessi hljóð sem hana svo verðist ekki verið, ég ætla að berja til samþykktar hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þá óska eftir að liður 2 eitist úttaki við og ég víki úr sal Þá er til umræðu afgreiðslu liður 2 í fundager Hafnarstjórnar nr. 236. Það er lagt fram erindi frá Guðríði Hákonarsinni þar sem óskar eftir styrk til viðgerðar á bryggju. Samkvæmt reglum endurgerð gamalla bryggja má ekki styrkja bryggju innan 5 ára frá því styrkur hefur veittur síðast. Samanber 3. grein laganna. Og Hafnarstjórn hafði því ekki forsendur að verða við beiðni bréfritara. Vill einhver taka til máls? Þá ber ég lið 2 upp til samþykktar. Hann er samþyktur með 8 atkvæðum. Forseti má gangi í sal. Þakka fyrir eitist, þá erum við komin næst í liðin félagsmálanefnd nr. 130 og orðið laustum á fundagerð. Engin kveður þessi hljóð, sé byrjun eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var það fundagerð fræðslunefndar nr. 80, orðið laustum hana. Engin kveður þessi hljóð, sé byrjun eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var það fundagerð íþrótt og tómstunefndar nr. 69, orðið laustum hana. Pálína Margeirsdóttir biður orðið, gerðu svo í Pálína. Já, forseti bæjarstjóri, góðu fundamenn, mér langar aðeins, það var náttúrulega margt mikið og skemmtilegt sem gerist á þessum fundi, nr. 69 íþrótt og tómstundanemnd. Mér langar kannski aðeins bara vekja athygli ykkar á hérna liði nr. 76. En þar tókum við fyrir sem sagt og kynningu á akstursstyrkjum vegna íþrótt og tómstundastarfs barna og þarna undir eru reglur sem að við sem sagt fundum hjá Ísafjarðarbæ sem við sáum fyrir okkur að við gætum vel hérna svolítið svona heimfært yfir á okkur og þessar reglur snúast það að þau börn sem ekki hafa hérna aðgang að neinum akstri sem þar sem engar rútur eru eða gætu sótt styrki og þetta sem sagt, við erum þá að hugsa Suðurfjörðina, Breiðdalsvík og Stöðvarfjörð, þar sem þau börn hafa ekki aðgang að akstri hingað á íþróttaæfingar og annað. Þannig þetta var svona hvati sem við ætlum að skoða, við fólum íþrótt og tómstundafulltrúa að svona gera reglurnar að okkur, hvernig við sæjum það fyrir okkur, þannig að vonandi verður þetta bara klárt þá fyrir vinnu við fjárhagsáætlun í vor, þannig að við getum þá tekið inn fyrir næsta ár ef að þetta er eitthvað sem okkur líst á. Þannig að bara endilega kynnið ykkur þetta. Takk. Takk fyrir Pálína, fleiri hvað þessi ljós undir þessari fundegi. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, örstutt, ég ætla ekki að endurtaka neitt af því sem kom fram hjá Pálínu sem að taka undir að það er eftir að skoðum vel þessar reglur sem að Ísafjarðarbær hefur sett á ef þetta er að komast til móts við þá sem að þurfa langan veg að fara og ekki eru almenningssamgöngur en þetta
vakti hjá mér annað mál sem er þessu tengt en þó ekki samskonar. Það er að segja sá mikli ferðakostnaður sem að foreldrar standa frammi fyrir varðandi börn sem er að sækja keppnisferðir vítt og breitt um landið. Því miður þá er ferðajöfnun ekki til staðar á landsvísu. Við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við getum reynt að hafa áhrif á það að sá sjóður verði öflugri og velta líka fyrir okkur hvort að við getum stigið inn í á eitthvað nátt. Því að ég hef fengið það upplýsingar að það séu einhver dæmi þess sem er skelfilegt að heyra að einhverjir krakkar þurfa að láta að iðkunn íþróttana að þeir einföldu ástæðu að foreldrar þessir ekki til að standa undir öllum þeim ferðakostnaði sem iðkunnin kallar á og það er að segja að menn ætla að vera 100% með. Þannig að við þurfum að huga þessu og reyna að finna leiðir til lausna. Það er fyrir einar, vilja fleiri hvað þessi hljóðs undir sem þetta gerð. Svo verðist ekki verið byrjað til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var næst fundagerð framkvæmdar á sjúkraheimilinu nr. 15, Ragnar Sigurðsson óska eftir að fá að víkja úr sal á meðan þar sem snertir hans starf. Þá er orðið laust þá fundagerð, vill eitthvað hvað þessi ljós. Svo verðist ekki vera, ég ber hann eftir samþykktar, hún er samþykkt með 8 atkvæðum og Ragnar má ganga í sal. Þá erum við komin í liðin almenn mál sem er þar fyrstur, 9. liður er óskun tímabundna undan þá vegna sorpurðunarstaðar á Heitalamelum eða semst, þetta nú kannski má segja villandi að mörgur leiti titill á þessum lið. Hér er þessu vísað til bæjarstjórnar til staðfestingar frá bæjaráði og það er þetta minnisblað þannig undir sem fjallar frágang og vöktun urðunarstaða sveitarfélagsins á Heitalamelum við Breiðdal sem nú er verið að loka. Og til þess að hægt sé að sækjum endanlega lokun þessara urðunarstaða gömlu þá þarf að liggja fyrir yfirlýsing eftirlit og umsjón með þeim til 30 ára sem felur í sig sýnatöku og annað þar leiðandi og eignarskipur og söngarcent hefur tekið þetta fyrir og staðfest bæjaráð sömuleiðis og hér umfjöllunar bæjarstjórnar og afgreiðslu. Vill einhver þessi hljóðs. Svo verðist ekki verið berett við samþyktar, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Liður 10 er samhljóða þessu, hann fjallar urðunarstaðinn Rima í Mjóafirði. Það er sömuleiðis kemur hér frá bæjaráði, hefur farið fyrir eignarskipur og söngarcent. Minnisblað þar leiðandi frágang og vöktun þessa gamla urðunarstaða sem nú stendur til að loka sem var að Rimi með Mjóafirði. Það er það sama, það þarf að til þess að geta sótt þessa endalegu lokun staðarins þarf að liggja fyrir ábyrgðaryfirlýsingum eftirlit og umsjón á þessum urðunarstaði í 30 ár. Orðið er laust þetta, engin þessi ljós, þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 11 sem er endurgreiðslu hlutfallslega réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaðar. Lífeyrissjóður Neskaupstaðar er gamall sjóður sem hefur ekki tekið við nýjum launagreiðendum þar inn síðan 1990, eitthvað þar bil eða rétt áður, en er nú vistaði hjá Brú lífeyrissjóði eins og margir af þessum minni sjóðum sem voru vítt og breytt. Á hverju ári þarf að taka fyrir það endurgreiðsluhlutfall sem þar er. Nú eins og kemur fram í bréfinu sem kemur frá Brú lífeyrissjóði þá var lagt fram bréf á fundi stjórnar Brúar tryggingastarfsfræðingssjóðsins sem leggur til að endurgreiðsluhlutfall launagreiðanda á greiddum lífeyri í réttindasafni lífeyrissjóðsins fyrir árið 2020 verið 71% og eins og með þekkja og hann kemur fram endurgreiðsluhlutfall skal ákveða árlega sérgreint fyrir hvert réttindasafn og bæjarstjórnin því sveitarfélag sem upprunarsjóður réttindasafn starfaði áður ákveður endurgreiðsluhlutfalli að fenginni tillögu tryggingastarfsfræðings og sjóðsstjórnar. Og við þá ákvörðun skal miða við að endurgreiðsla ásamt innborguðum iðgjöldum gæti staðið undir öllum lífeyrisgreiðslum og rekstrarkostnaði réttarsamsins og upprunarsjóðs þess miðað við þá áður sem gert ráð fyrir við tryggingafræðilega athugun sjóðsins. Þannig að þetta liggur þá fyrir þetta ár eftir 71% orðið laust þetta. Engin hvað þessi hljóðs, ég ber þetta samþykktar, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér svo liður 12 sem er deiliskipulag Heykliff. Hér er lagður fram tillaga að deiliskipulag fyrir Heykliff sem gerir ráð fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu að Heyklifi á Kambani sem við sunnanverðan Stöðvarfjörð. Gert er ráð fyrir hóteli, veitingaþjónustu, gistihúsum og smáhýsum á svæðinu til útleigu fyrir ferðamenn. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt til sitt leyti að þessi tillaga verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga og endanlega afgreiðslu sem með þekki er vísa hér til bæjarstjórnar og hér er það lagt fyrir til umræðu að auglýsa áðurnefnt deiliskipulag, vill einhver þessi hljóðs það. Svo verðist ekki vel að hafa borun upp samþyktar. Það er samþykkt með 9 atkvæðum að setja deiliskipulagið í auglýsingu. Góðu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá bæjarstjórnar fundar í dag tæmd.
Já, fyrirgefðu Gunnar Jónsson. Ég áður en í slítfundi þakka bæjarðar fyrir. Við ætlum hér að taka inn, ég ætla að óska því við bæjarstjórn að hér verið tekið inn með afbrigðum mál sem ég hef átt að kynna í upphafi sem tengist sölu á bát sem er kvótalaus en lögur samkvæmt skulu bátasölur fara og fá hér afgreiðslu bæjarstjórn með þekkja það við höfum þetta tekið þetta nokkuð svona fyrir. Og nú ætla ég að finna hér þetta gögnin mín. Ég held við ættum kannski aðeins að draga andan núna góði bæjarfulltrúar meðan ég finn þetta. Þannig að ég óska því geri bæjarfulltrúar ekki athugasemdir við það að fá að taka hér á dagskrá beiðni með yfirlýsingu þess efnis að sveitarfélagið hyggist ekki nýta forgangsrétt á bátnum Gjafar SU 090 sem er 19,47 brúttótonnar bátur á Stöðvarfirði í eign Þorskeldis EHF. Kaupandi bátsins er Tónan EHF í Suðurnesjabæ, skipið er án aflahlutdeildar, án aflamars og án grásleppuleyfis. Engu að síður lögum samkvæmt þarf að taka tillit til við hverja slíka sölu og hvort bæjarstjórn hyggist nýta sér forkaupsrétt sinn að þessum báti. Orðið laust þetta. Engin kauðs í hljós, þá byrjum til samþykktar þá yfirlýsingu sem undir er komin í dagskrá bæjarstjórnarfundar, menn við verum ekki nýta okkur forkaupsrétt að bátnum Gjafari SU 090, þess að það sagði ekki með þessi geðmerki, sagði með 9 atkvæðum, býst fórlóts. Þetta kom inn hér í dag og þarfti að fá samþykki bæjarstjórnar til að hægt vera að ganga frá þessari sölu. Þá er hér dagskrá tæmd í dag. Ég minni bæjarfulltrúa á að hér hefst annar fundur og eftir með ferðamálastjóra. Ok, við tökum það þá til umfjöldunar hér en hann hafði óskað eftir að hitta sveitarstjórn en næsti fundur bæjarstjórnar er 5. mars og til þess að vera boðað með dagskrá. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsveitarnar og